Blessaður Albert minn, gaman að sjá þig. Gaman með daginn. Hvað fyrir í dag? Nei, ég sé það. Það er afmæli í kvöldum þetta Hej. Sjá þig. Náðu líka skilnu af Maxi. Nei, rigninguna.
Komið öll sæl, kæru gestir, og velkomin á þessa afmælishátíð og afmælisráðstefnu okkar hjá HS Orku. Árið 1998 gaf hið Íslenska bókmenntafélag út stórmerkilega bók, Auður úr iðrum jarðar, saga hitaveitna og jarðhitanýtingar á Íslandi eftir Svein Þórðarson. Í aðfaraorðum þessa rits komst þáverandi menntamálaráðherra Björn Bjarnason svo að orði: Hagnýting jarðvarma, heits jarðvatns og jarðgufu til húshitunar, raforkuframleiðslu, iðnaðar og margvíslegra fleiri nytja hlýtur að teljast eitt helsta tækniafrek Íslendinga á 20. öldinni. Og ritstjóri bókarinnar Ásgeir Ásgeirsson bætti við: Það sem nú talið svo sjálfsagt að fæstir leiða því hugan ávöxtur og viðleitni brautryðjenda, umfangsmikilla rannsókna og oft djarftækra framkvæmda. Orð þessara beggja lýsa svo sannarlega framsýni og framsækni þeirra sem höfðu tekið eftir því að snjó festi síður á ákveðnum stöðum í Svartsengi og hófu því rannsóknir sem leiddi til þess að Hitaveita Suðurnesja, nú HS Orka, var stofnuð fyrir 50 árum. Og ekki síður lýsa þessi orð þeim sem hafa starfað hjá fyrirtækinu í þau 50 ár sem það hefur vaxið og dafnað. Frá upphafi hefur þessi djarfi andi ríkt innan fyrirtækisins og á þessum tímamótum ætlum við aðeins að leyfa okkur að rifja upp það sem okkar framsæknu forverar hafa verið að bauka síðustu 50 ár. Og það gaman að sjá mörg ykkar hér í dag. Það einnig áhugavert að fara yfir þær áskoranir sem við höfum þurft að glíma við síðustu ár og enn í dag, því við vitum aldrei ef og hvenær gís næst, og horfa fram veginn og skoða hvað framundan bæði hjá okkur, hjá samstarfsaðilum okkar og viðskiptavinum. Við höfum haldið upp á þessi merku tímamót með ýmsum hætti. Fundurinn í dag kannski síðasti viðburðurinn sem við höldum þessu tilefni. Aðri viðburður sem við höfum staðið að var til dæmis afmælissýningin Drifkraftur framfara í DÚS safnaðarhúsinu í Reykjanesbæ og sýningin var sérstakt framlag okkar til ljósanætur á síðasta ári og þar var mjög stór fögnuður. Við vorum með nokkra skipulagðar heimsóknir og móttökur í sýningunni líka, eins og til dæmis Orkuklasinn og Jarðvarmafélagið heimsóttur og ásamt fleiri hópum. Forseti Íslands og konur í íslenskum orkumálum, KÍO, heimsóttu nýtt húsnæði okkar í turninum og þar var haldið smá partí. Við vorum með atburður sem heitir stefnumótun við Reykjanesvirkjun, þar sem sérfræðingar okkar gengu með gestum svæðið og skoðuðu og skýrðu frá því sem fyrir augu ber. Og svo þetta kannski loka viðburðurinn í þessari afmælishátíð. HS Orka dagsins í dag þriðji stærsti orkuframleiðandi landsins og svo stærsti í einkaeigu. Við rekum 4 virkjanir, Svartsengi, Reykjanes og Brúarvirkjun og Fjarðarárvirkjanir, en þessar 2 síðastnefndu eru vatnsaflsvirkjanir sem alveg nývídd í okkar starfsemi. Uppsett afl til raforkuframleiðslu í þessum virkjunum öllum eru tæplega 216 megawatt, en einnig erum við með sölusamninga, langtímasamninga við fjöldan allar af smávirkjunum allt land. Til viðbótar sjáum við fyrirtækjum og sveitarfélögum á Suðurnesjum fyrir tæplega 200 megawatt af varmaorku frá Svartsengi fyrir svæðið allt saman og svo köldu vatni úr vatnsbólunum í Lágu. En þetta ekki einu afurðir fyrirtækisins. Með einstakri fyrirhyggju og framsýni forveru okkar byggðust upp fjölnýting þeirra auðlindastrauma sem frá jarðhitavinnslu fyrirtækins renna og erum við að selja gufu, jarðhitavatn, kolsýru og ylsjó til fjölda fyrirtækja í okkar einstakla auðlindagarði sem hringrásargarður sem byggðist upp sem einhvers konar hugafóstur okkar ágæta Alberts Albertssonar. Námu heildartekjur fyrirtækisins af allir þessari starfsemi rúmlega 14,5 milljarði á síðasta ári. Hluthafar félagsins eru til helminga breski innviðasjóðurinn Ankala Partners og við öll. Jarðvarmi sem eru 14 íslenski lífeyrissjóðir, stærstu lífeyrissjóðirnir.
Við segjum sem sagt stolt að við séum í eigu okkar allra. Og hluthafarnir okkar eru gífurlega öflugir, eins og sést hefur á undanförnum árum, því að við höfum held ég verið með þrjár stærstu virkjanaframkvæmdir síðustu 6 árin sem hafa verið í landinu. Þar má fyrst nefna Brúavirkjun sem við kláruðum 2000 og svo 30 megavata stækkun í Reykjanesi og nú í dag erum við að vinna hörðum höndum að því að klára stækkun og raun og veru endurbyggingu á stórum hluta í Svartsengi sem mun gefa okkur 20 megawatt. Allt í allt eru þetta 30 milljarðar fjárfestingar á 5 árum sem ekkert smáræði. Og við höfum djörf plönum á vöxt og vinnum hörðum höndum bæði að uppbyggingu í Hvalárvirkjun og virkjun jarðhita í Krýsuvík. Og rannsóknarboranir í Krýsuvík eiga herfast bara núna á næstu dögum. Starfsmenn HS Orku eru alls 92. Sum ykkar sem hafa verið voru með okkur áður, finnst ykkur kannski mikið, en þetta er bara svona eins og ein sinfóníuhljómsveit. En þegar horft til alls þess sem við stöndum frammi fyrir, að fjárfesta fyrir milljarðatugi, skilja auðlindirnar betur, stærð og flækjustig nýrra verkefna sem við horfum á, endurbóta sem þarf að gera í rekstri virkjana vegna þess að það yngjast ekki, nýrra borana, fjármögnunar sem flækjast sífellt og aukins metnaðar og kraftna í sjálfbærni og umhverfismálum, þá er þetta í raun alls ekki mikið. Og til viðbótar, vegna þess að þó við séum ekki stór, erum við stærsti einkaaðilinn á orkumarka í orkugeiranum, þá þarf líka að sinna stjórnvöldum og geiranum öllum og veita aðhald. Og þessu öllu fylgir mikil ábyrgð. Og þess vegna segi ég að HS Orka hefur bara efni á því að hafa landsliðsfólk í vinnu. Og það er einmitt það sem ég er stoltastur af við fyrirtækið. Mannauðurinn. Okkur hefur tekist í gegnum tíðina að laða okkur frábært fólk og halda því og fólk sem skara fram úr á sínu sviði. Og þannig er líkingin við sinfóníuhljómsveit alls ekkert slæm. Því við vitum öll hvers konar afburða fólk skipar slíka sveit. Fólk sem í þokkabót kann að vinna saman og búa til töfra. Ég er afskaplega þakklátur að fá að vinna með þessu frábæra fólki og ég er líka þakklátur forverum mínum í starfi sem allir hafa markað spor og skila góðu búi hver á sinn hátt, fyrst Ingólfi Aðalsteinssyni, svo Júlíusi Jónassyni og Ásgeiri Margeirssyni. Ég get ekki lokið máli mínu án þess að minnast aðeins á það sem gengið yfir á síðustliðin 5 ár. Fyrst var það hrina jarðskjálfta sem eiginlega kom leið og ég byrjaði og mér var kennt lengi vel. Og margir hverjir voru alveg óþolandi. Svo kom eldgos í Fagradalsfjalli og nú síðustu 18 mánuði fjöldi eldgosa. Föstudaginn 3. nóvember þá vorum við öll saman komin, 2023, vorum við öll saman komin í mötuneyti í Svartsengi eins og við gerum alltaf fyrsta föstudag hvers mánaðar, allir starfsmenn fyrirtækisins, að fara svona yfir málefni líðandi stundar. En þann dag voru lætin í náttúruöflunum þvílík að við eiginlega hlupum út, flest okkar. Viku síðar hófst sú hrina sem við öll þekkjum og Lilja mun fjalla betur hér á eftir. En undir öllum þessum látum hefur svo sannarlega komið í ljós hvern mann okkar fólk hefur að geyma ef ég má koma svo orði. Reksturinn kom sér strax upp aðstöðu í Reykjanesvirkjun og til að fjárstýra Svartsengi og hefur ítrekað þurft að flytja alla sína starfsemi þangað, fram og tilbaka og aðrir starfsmenn þurft að koma sér upp aðstöðu hér og þar borg og bí, þannig að lærdómurinn COVID hann kom sér vel. Og í dag erum við komin í nýja skrifstofur bæði í Krossmóum og í Turninum. Tíma var slagur fyrirtækisins hvar á ég mæti vinnu á morgun. Allt þetta tók mikið á og tók líka mikinn tíma. Fólk tókst á við óviðráðanlega krafta og sigraðist. Fyrir þetta get ég, stjórn fyrirtækisins og hluthafar seint þakkað að fullu. Þarna sýndi starfsfólkið ekki bara sér sjálfu, heldur þjóðinni allri, að það er landsliðsfólk í hverju rúmi. Að fara í gegnum þetta allt með nær órofna framleiðslu, stærstu virkjunarframkvæmd sem í gangi í landinu, endurfjármagna fyrirtækið og tryggja upp á nýtt, allt á sama tíma og þetta gekk á, það segir sína sögu hvers konar mannskapur hér er. Og ég vil líka þakka okkar helstu samstarfsaðilum í gegnum þennan heildarleik, sérstaklega fyrir sinn hlut. Og þetta er langur listi og ég veit mun klúra honum á einhverju leyti. En ég vil þakka ríkislögreglustjóra, almannavörnum, Veðurstofunni og stjórnvöldum öllum á svæðinu og viðbragðsaðilum í Grindavík og annars staðar, sveitarfélögunum, öðrum fyrirtækjunum í auðlindagarðinum sem hafa unnið með okkur, verktökum sem voru bæði að þjónusta okkur og byggja stækkun Svartsengis á sama tíma, Deilir, Hamar, Framtak,
Ístak og fleiri sem voru að byggja stækkunina og ruku til við að bjarga lögnum og byggja garða. HS Veitum, Landsneti, verkfræðistofunum Verkís og Eflu sem að stýrðu hraunflæðilíkunum og byggingu garða. Og þetta eru bara nokkur nöfn og ég veit ég er búinn að gleyma einhverjum í þessari uppdelingu. En ég vil bara halda því til haga að þetta samstarf hefur verið alveg einstakt og mjög náið og þið eru öll afreksfólk. Þakka ykkur fyrir það. Með þessum orðum býð ég ykkur öll velkominni á þetta málþing sögu og framtíð fyrirtækisins og bið Birnu Lárusdóttur, upplýsingafulltrúa okkar, að koma hér upp og stýra fundinum hjá okkur í dag. Takk fyrir. Afsakið þetta. Gaman að sjá okkur svona mörg, góðir gestir, fyrirlesarar hér í dag og pallborðs þáttakendur. Við ætlum að skipta þessu málþingi í 4 leikhluta, svona eins og í körfuboltanum. Það stendur yfir bikarkeppni KKÍ þessa dagana og við erum, eins og forstjórinn svo skemmtilega orðaði, landsliðsfólk á okkar sviði og við spilum þetta í 4 leikhlutum. Og í þeim fyrsta ætlum við að horfa yfir farinn veg síðustu hálfa öldina með Yngva og Þorleiki. Við ætlum að hlýða á erindin þeirra og að þeim búnum færum við okkur yfir í nútíman, eða svona nær nútímanum, með Lilju og Völu og beinum sjónum að jarðvísindunum sem búa að baki nýtingu jarðvarmans og tækifærunum sem leynast þar til framtíðar. 2:30 leitið verður kominn hálfleikur í þessum leik og við tökum stutt kaffihlé áður en við höldum í 3. leikhlutan þar sem nafnarnir Jón og Jón Kjartan fjalla þá miklu uppbyggingu sem að þegar hefur átt sér stað í auðlindagarði HS Orku og segja frá spennandi verkefnum sem eru þar í farvatninu. Einnig ætlar Jón að snerta á þáttum sem lúta að sjálfbærni og samfélagssamþykki sem er nú gríðarlega mikilvægt í okkar geira og eignarhaldi í orkugeiranum. Og í 4. og síðasta og alls ekki sísta hlutanum kemur það svo í hlut 5 valina einstaklinga að setja upp framtíðargleraugun og rýna með þeim í kristalskúluna sirka hálfa öld fram í tíman og sjá hvað framtíðin ber í skauti sér fyrir íslenska orkugeiran. Og að þessu sögðu að þá ríður hér á vaðið Yngvi Guðmundsson, yfirverkfræðingur HS Orku. Yngvi lítur öxl og varpar ljósi á ýmsar af þeim fjölmörgu tæknilausnum sem einkenndu fyrstu 50 árin af sögu HS Orku og forverans Hitaveitu Suðurnesja. Gjörðu svo vel, Yngvi. Herru, takk fyrir og verið velkomin. Takk Tómas og Birna. Eins og hún sagði þá ætla ég nú aðeins að fjalla fortíðina og hvaðan við komum. Við veit ekki bara HS Orka, þetta var náttúrulega forver okkar Hitaveitu Suðurnesja sem eru þá í dag HS Orka, HS Veitur og náttúrulega alltaf góða fólk sem hefur verið þar. Ég kalla þetta lausna með að hugafari að hálfa öld og það svo sem ekki ástæðulausu, það svolítið inntakið hjá mér í þessum fyrirlestri. Þannig ég ætlaði nú bara að byrja á því að ræða í hvað aðstæðum HS Orka varð til og Hitaveitu Suðurnesja. Þið hafið örugglega flest séð þessa mynd einhvers konar útgáfana. Við náttúrulega tölum mikið að við höfum farið gegnum orkuskipti áður. Þetta var auðvitað mikið hitamál fyrir okkur og eins og Tómas sagði, við getum startað okkur þessu og þetta sé eins og svo í bókinu góðu. Þetta var mikið framfaraskref. En þegar Hitaveitu Suðurnesja verður til, þá þessi vegferð sjálfum sér búin að vera í gangi í þó nokkuð mörg ár. Það hefst í rauninni bara í byrjun 20. aldarinnar. Þið sjáu hérna í gömlum blöðum að þetta var kosningamál og hér, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta nú vel á birtunni, en þetta Gufubor upp í Mosfellssveit. Það var búið að virkja laugunum í Reykjavík, það var búið að virkja í Mosfellssveitinni og hitaveituvæðing í Reykjavík var náttúrulega komin mjög langt. Og þannig að húshitun, tankar og dælur, þetta var eitthvað sem þekktist. En á Suðurnesjunum var þetta ekki og þetta náttúrulega ekki á fleiri stöðum á landinu. En
þetta var náttúrulega orðið hittamál og fólk sá það alveg að auður þjóðarinnar var kannski að renna burt í gegnum kólanótkun og olíunótkun og hitun húsa og það var náttúrulega sérstaklega þennan olíukarpan kom í kringum 1970 og það var bara, nú verðum við að fara að gera eitthvað. En ég las sömu bók og Tómas var að vitni í og ég fann virkilega gott komment eða kvót í þessari bók sem að sýni kannski að þetta var orðið hittamál í kringum 1960 eða væri að vera að gera eitthvað í þessu. Og mér finnst eiginlega sérstaklega skemmtilegur þessi feillitaraði kafli sem ég setti þetta upp því að við biðum að streyma í auða við þjóðar og einstaklega út hina mörgu reykháfa meðan hinn eilífa orkulind á heimavögum ónýtjuð. Sem okkur finnst eiga mjög vel við og við gætum eiginlega í dag bara skiptis út fyrir pústurur og þetta ætti alveg mikið við. En það var ekki þannig hvað við segja, það má eiginlega segja að fólk átti von á því að finna eitthvað á Suðurnesjunum, eitthvað svipa og það fann í Laugum og á Reykjum. Og það var farið að leita og það gekk ekkert sérstaklega vel. Það var meira að segja gengið Reykjanesskaginn og reynt að fylgjast með svæðum sem að bráðnaði snjór á veturnar, þannig að festi ekki snjó. En það sást ekkert mikið. Og fyrir þá sem hafa náttúrulega, og ég rekna með flestir hér, þekkja Suðurnesjum vel, það ekkert mikið yfirborðsvatn. Það ekkert hverir eða það ekki gufa sem stígur allt ekki fyrir þú ert komin upp í þetta svæði, upp í Eldvörp, Svartsengi og Reykjanesið, þar var náttúrulega svona hveramyndun. Þannig að það var reynt að bora, en það var ekkert mikill árangur að því. Og það var eiginlega ekki fyrir Grindavíkurbær ákvað að bora í sínu nærumhverfi, sem var Svartsengi, þar sem það fór að koma einhver árangur af þessu. En fyrsta hólan sem var boruð þar, sem að Grindavíkurbær fjármagnaði á sínum tíma eða sveitarfélagið, var samt heldur betur ekki kannski það sem fólk átti von á og ekki það sem fólk var að virkja alla jafna. Þetta var það sem við tölum kallar háhitahóla. Við erum, fyrir þá sem jarðhitaðir og margir hér, við erum að bora kannski 23.000 metra hólur að fá mikið kraft. Þetta kom frekar grunnudýpi, mikill hiti, mikill kraftur. Sem þetta frábært að vissu leyti. Og það var ákveðið að bora, þetta væri feikin nóg fyrir Grindavíkurbæ, það var að bora aðra hólu. Hún var jafnvel bara ennþá kröfturi. Og það var alveg ljóst að orkan sem var alveg næg fyrir Suðurnesin sem leiddi sjálfum sér að hitta þetta Suðurnesin og stofnuð. En þar var svo sem ekki öll sagan sögð. Vegna þess að þessi vökvi var samt ekkert eitthvað sem að fólk var vant að nota fyrir heitavatnsframleiðslu. Þetta var háhitavökvi, hann saltur. Það var lítið sem engin reynsla því að vinna með svona saltan vökva til heitavatnsframleiðslu. Hann var náttúrulega gríðarlega heitur eins og þið sjáu. Við erum náttúrulega oft að vinna með þennan hita í dag en þetta náttúrulega mikill kraftur og þrýstingur. Þannig að það þurfti að fara töluvert mikið að prófa sig áfram í þessu. Og það virðist vera af hugafæri frá upphafi, hafi bara verið að drífa sig í þetta, setja upp tilraunastöður og fara að prófa. Því allan að við erum ekki mjög mikið að myndum frá þessum tíma, en það alveg vissulega þannig að maður sér á myndunum að það var verið að prófa ýmislegt. Sumt, eitthvað sem að þróa þarna ennþá sömu lausnirnar við notum í dag. Það var svo að þetta hélt áfram og fyrstu tilraunir þó að þær hafa náttúrulega ýmsum vandamálum verið háðar, þá leystist þetta hægt og rólega og hér sjáum við mynd af Svartsengi, þetta líklega allan að fljótlega eftir 1980, þá tilraunastöðin sem við sáum með náðan, hún hefur verið hér og þetta það sem við köllum fyrsti fasi eða orkuver 1, hér var fyrsta heitavatnsframleiðslan, síðan var byggt þarna hús sem var þjónustuhús og síðan það sem að törnandi 3 stóru eru hérna. Þetta sem við köllum og kallað orkuver 2 og einu fasi 2 í Svartsengi sem þó tekin nokkuð kring 1980 og á þeim tíma eiginlega komið bara næg heitavatnsframleiðsla fyrir Suðurnesin. Þetta tók 5-6 ár að koma þessu upp. Þannig að þið sjáu líka kannski ef við hugsum þróun hitaveitu, hvað tekur langan tíma að koma upp, að við erum alltaf að tala að við þurfum að fara að bregðast við. Þetta tekur nokkur ár og þetta tók líka nokkur ár þarna. Ekki bara að virkja hólurnar, heldur bara að þróa tæknina, komast þér rétta stað og ákveða hvað við ætlum að gera. Og kannski aðeins lengst til hægri, eða mitt hægri þegar ég horfa á þetta, þar það sem við kallum orkuver 3 og þarna hófst líka rafmagnsframleiðsla í Svartsengi, allan að einhverju marki. En það var samt þannig upphafi, það var auðvitað ekki sömu reglur þá og í dag, að það mátti ekkert hver sem bara tengja sér á netið og fara að framleiða rafmagn. Þannig að það var í rauninni bara verið að framleiða upphafi rafmagn fyrir dælur og annan búnað sem var verið að nota þarna. En það vissu það samt allir, sérstaklega tæknimenn, að það var gríðarleg orka og hægt að framleiða rafmagn líka. Því þarna var skilin gufan frá heitagufan og jarðsjórinn, eða það sem við köllum jarðsjó, hann var notaður til þess að framleiða heitavatni. Þannig að það var mikil orka eftir í þessu. En það sem var kannski líka sérstakt og markaði svolítið heitavatnsframleiðslu á Íslandi í dag að það var náttúrulega þetta heitavatn sem kom, það var ekkert að nota það inn í hefðbundnu húshitunarkerfi og hvernig allt það verið hannað. Það varð að flytja orkunni yfir einhvern annan vökva.
og þá var ákveðið að taka kalt ferskt vatn, hitað upp, aflofta það og senda það svo til húsa. Þannig raunin endaður bara með heitt drykkjarvatn sem er enn þann dag í dag. Það í fínu lagi að setja þetta vatn bara beint út í teið eða kakóið og það í fínu lagi að drekka það. Þannig að, og þetta vatn sem við erum að framleiða í Suðurnesjum, við erum að hósta þarna í 1975-80, uppbytað kalt vatn, í rauninni sama konsept og í dag það ofta verið að tala um virkjanavatn. Við erum að tala um það með ekki blanda saman virkjanavatni og hitaveituvatni. Þetta tegundin af vatni sem við erum að tala um, þetta virkjanavatn. Og það eiginlega forsendar á því sem notað svo Nesjavöllum með Hellisheiðinni og áfram. Auðvitað þróast tæknin en í grunninn þetta það sama. En þetta hélt nú áfram. Og eins og sjáu hérna, þá breytist þetta aðeins, ég veit ekki hversu vel þið sjáu þetta, en hér komið annað hús sem svolítið merkilegt. Sem við kallum fjórða fasa, eða Orkuver 4. Og þarna vissu menn að gufan sem var búið að nota til rafmagnsframleiðslu, hún var ennþá gríðarlega orkurík. Hún var undir þrýstingi, það var bara ekkert byggt meira því að það var kannski ekki þekking á því og þetta var ekkert, þeir var ekkert að nota þetta, þeir var ekkert að selja rafmagnið. Svo breyttust lögin, það mátti selja rafmagnið og þá var góðra dýr, hvað ætlum við að gera við þetta? Í staðinn fyrir að segja, höfum þetta bara svona, þá var okkar, við finnum einhverju leið. Og í dag tækni sem notuð þarna, sem kallað svona binary eða ORC-tækni, hún orðin alþekkt í jarðhitageranum. En 1980-90 þá var lítið fyrirtæki sem heitir í dag Ormat, sem orðin eitt stærsti þróunaraðili á jarðhita í heiminum í dag og að bæði af tækni og þróa jarðhitakerfi. Þeir voru nú eiginlega hálfpartinn að stíga sín fyrstu skref í jarðhita á þessum tíma. Þetta er bara eitt af þeirra fyrstu orkuverum. Þannig að þetta var ákveðið að fara út í þetta, byggja þetta, gekk heldur betur vel. Og svo sjáum við kannski það sem ennþá merkilegra að nú þetta lón aðeins búið að breytast þarna eitthvað. Ég veit ekki hvort það sést vel, en það lítið rúta hérna í hóttinu. Þannig að ævintýrið hafið, við getum sagt það svoleiðis. Og þetta auðvitað ævintýri, að vera að byggja upp eitthvað svona ofan í öðru orkuveri og halda áfram. Og við náttúrulega öll sem erum hérna, allavega þeir Íslendingar sem eru hérna, þekkja þetta ævintýri, fóru líklega í skóla, þarna baða sig, fóru jafnvel oft og nú þetta orðið bara, ég meina, þetta hryggjarstykki í ferðamanna iðnaðinum. Og síðan má eiginlega segja að Svartsengi hafi bara haldið áfram í uppbyggingarsögu allan tíma og við erum ennþá að. Þið sjáu öll þessu hús, þau eru öll ennþá. Orkuver 1, þarna fyrsta húsi, það er búið að taka það á notkun, við erum að nota það sem verkstæði. Nú þetta blessað Orkuver 4 sem ég var að segja frá, það verið að taka það á notkun. Orkuver 3 líka og við erum að blanda þessu saman og við erum að búa til nýja virkjun sem eiginlega nota orkuna sem að þessi gömlu orkuver nota. Fá meira út úr henni og meiri sveigjanleika og getur gert meira úr því sem við erum nú þegar að taka upp í jörðinni. Þannig að við erum ekkert að bóra henni nýjar hólur en eitt. Öll þessi skref, þið sjáu húsið hérna fyrir niðri, svo húsið sem hérna fyrir og svo bætt við, þetta allt skref sem við varum að taka, vera að byggja upp á þekkingu sem við varum að byggjast upp í fyrirtækinu, gera betur, gera meira, ná meira og bæta þetta. Og ég held að það kemur verulega óvart ef þetta einhver endastöð í Svartsengi. Við verðum örugglega farin að gera eitthvað nýtt og ennþá betra eftir örfá ár. Síðan tók við Reykjanesvirkjun og Reykjanesvirkjun þar hafði verið boraðar hólur. Það var búið að vera að vinna, sem við þekkjum sjóvarnavinnsluna, það var búið að vera að nota hólur í ýmislegt þarna. En það var alveg þekkt að vökvinn í Reykjanesi, hann var erfiður. Þetta var svona alþekkt stærð. Hann var náttúrulega mjög salt og mjög mikill kísill í þessu sem myndar svo útfellingu sem getur verið mjög til trafala í virkjanaframkvæmdum. En ég held, hafandi nú þekkt fullt af góðu fólki sem vann hérna og fór í gegnum þessu fyrirtæki, það virtist bara ekki verið neinn hræðsla við þetta. Að búa að fara í gegnum þetta allt. Þekkja það alveg að lendi í erfiðum, tæknilegum úrlausnum, þetta leysist allt. Og þannig bara hugarfarið. Og það hefur alveg einhvert hugarfarið Reykjanesi ennþá frekar. Og það sem kannski sérstaklega við þetta orkuver, það að fara að sjókæla virkjunina. Þannig að ákvörðun hefur tekin, við skulum ekki fara hefðbundnu leiðina, gerum eitthvað annað. Því sjókæling í jarðhitavirkjunum og sérstaklega að bora hólur svona strandlíkinu og dæla upp, þetta ekkert gert, það gerir þetta enginn. En þetta gerðum við og virkaði bara virkilega vel. Og ég get alveg vottað það að það var skoðað að fara hefðbundnar leiðir, nota kælduna, það var jafnvel talið ódýrara, það var samt ákveðið að fara þessa leið. Einhverju sá tækifærin í þessu. Eða þá bara verið því að hafa ekki svo stóru turna, gera eitthvað annað. Og við erum alltaf, eins og kannski að segja ykkur eftir og Jón talar um nú þetta að verða uppbygging á sjávarklassa í eldi og fleira. En á baku tjöldin þetta samt, það alltaf eitthvað að gerast hjá okkur. Við erum búin að vera í alls konar tilraunastarfsemi, uppbyggingu, prófa eitthvað nýtt í áratugina og ég ætla að nota betur, ég ekki sýna eins og mynd til að fara í gegnum allt sem þetta er bara svona dæmi ýmislegt.
En við erum að gera tilraunir, við erum að gera skýrslur, við erum að gera módel, náttúrulega í samstarfi við ráðgjafa okkar í verkfræðigeirunum, við lærum af þeim, þau læra af okkur og svo þessi jafnvel þekkingin flutt út og ég vona að þetta haldi áfram. Og þetta kannski það sem hefur búið í gangi í núna síðust 2 áratugina, en það má samt alveg bersýnilega sjá að maður skoðar Hitaveitu Suðurnesja aftur í tímann að þetta hugafar hefur verið orðið mjög inngreift í fyrirtækið alveg frá upphafi. Þau sjáu þarna að þetta eignarhlutur Hitaveitu Suðurnesja í alls konar fyrirtækjum í kringum 2002. Og auðvitað náttúrulega þarna komin, þetta ekki bara einhver nýsköpunarfyrirtæki út í bæ, þetta auðvitað kannski einhver litur upphafa auðlindakari líka. Að fólk að fara að sjá fyrir sér þetta gerast, kannski með aðeins öðru sem hætti í dag. Og ef við horfum að Reykjanesið, sem kannski einhver litur mjög sérstakt dæmi, að þar hefur myndast í kringum Reykjanesvirkjun, út af kannski nálæðinu við sjóun eða eitthvað annað, það þessi hausaþurrkunarfyrirtæki sem eiginlega bara þurrka skreið, þau getur sagt það. Þetta var hérna út all land og það þekkja það allir í svona minni sveitafélögum við sjávarorkunum, það var helvíti vondlíkt að þessu sko. En þetta verður allt þjappast saman á Reykjanesi. Við höfum fundið leið til að skaffa þeim nægan hita, til að vinna betur auðlindir sem við erum með og komast þangað. Við vitum enn, það vondlíkt að gera þetta, þannig að okkur ekki hafa þetta bara saman að það. Það bara virka mjög vel. Og við auðvitað sjáum bara fyrir okkur að þetta vaxi. Það auðlindirgarinn komin þarna, næsta skref að þetta fari áfram og hann fari svolítið að vaxa á grasi, þannig að úrgangur eins í þessum garði, hann fari að verða brauð einhvers annars, þannig að við erum ekki lengur orðin einhvern veginn ástæðan fyrir einhvern til að koma þarna, heldur það sem við erum að byggja upp í kringum okkur, eða aðrir byggt upp í kringum okkur. Og það sem að mér finnst líka virkilega skemmtilegt í dag, og bara sem hluta þessu fyrirtæki og að forverða þessi Hitaveitu Suðurnesja, þetta hérna, sem að mér stundum kannski ekki nógu mikið talað en í dag verið að tala rafeldsneyti nánast í annar hverju fréttum, innvæðingu og orkuskiptu þetta. Það var búið að byggja rafeldsneytisverksmiðju í Svartsengi árið 2012. Þó að HS Orka hafi ekki gert það, þá gerði CRI það sem nýsköpunarfyrirtæki. Þeir hefði ekki getið gert það nema því að einhver sagði, jú, góð hugmynd, setjum þetta þarna. Ég held, þegar þetta var, svo nokkuð ungum maður, allan yngri en í dag, að þetta væri bara eitthvað sem menn væri gert allan heim. Svo kemst maður að því þegar maður fara að skoða orkuskipti og rafeldsneyti, þeir voru langt undan sinni samtíð og bara strax í dag þeir farnir að tækni sem að þetta flutti út til annar landa verið að binda yfir 300 tonna ári af kolsýru og setja í e-metanól sem að svo spyrðu kannski framleiðendur, við erum nú eiginlega búin að setja litla pilotverksmiðju einhvers staðar í fyrra. Maður mjög þakkláttur fyrir það að hugafarið hjá HS Orku hafi verið, já, gerum þetta, finnum bara leið til að gera þetta. Þó þetta sé kannski ekki fallegasta mannvirki sem maður séð. En þetta nýjasta áskorunin, sumir hræðast þetta. Ég held að við séum bara að segja, ok, let's go, þetta bara næsta áskorun. Vonandi leiðir þetta eitthvað gott að sér. Og ég held eins og Tómas var að segja áðan, þetta hugafar og á hverju fólk alltaf bara, já, við bregðumst þessu, við leysum þetta bara algjörlega inngreift inn í menningu fyrirtækisins. Að takast á áskorun, en þetta hefur alltaf verið svona. Og hugafæri alltaf, við getum gert eitthvað meira. Og ég held að svona, ef við tökum þetta saman, erfiðara aðstæður upphafi hafi búið til miklar áskorunir og þessar endurteknu áskorunir, þetta var ekkert bara uppi, þetta hélt bara áfram því að við vorum alltaf að gera eitthvað meira. Gerði það verkum að svona lausna með hugafæri algjörlega inngreift í menningu HS Orku. Og mann fann það sérstaklega, ég var allan að Tómas talaði eigendaskipti og fleira, nú voru Ankala og í lífeyrissjóðir. Þegar ég var þarna komin, maður sá aðra stjórnendur koma inn, nýja stjórnendur eigendur, þau fundu bara strax, já, þetta hugafærið í fyrirtækinu. Þetta það sem einkennir okkur. Og hvort sem við viljum breyta því, þá getum við ekki kasta þetta til hliðar. Við verðum að taka þetta inn í, þetta bara rótgróið menningu fyrirtækisins. Og maður fann það alveg þegar við fórum að endurskoða gildin sem alltaf gerist yfirleitt og stefnumótun. Þegar nýjir eigendur kom inn og vilja setja smarksitt á að þetta var alveg vel sett inn í fyrirtækið. Þannig að ég held að lausna með hugafar sé ekki bara hjá Hitaveitu Suðurnesja, ég held að þetta hafi líka farið inn í allan Hitaveitu geirann og ég held að þetta komi líka inn í fyrirtæki auðlindagarðanum og smiti vissal út fyrir og ég vona við það haldi bara áfram. Ég held að hann ekki hafa þetta lengra. Já, heldur betur. Ég veit einhver hvað mitt. Þetta fjarðar, já, réttum með.
Þetta Fjarðarárvirkjun á Seyðisfirði, þannig að við erum búin að fara aðeins lengar frá Suðurnesjunum heldur við vorum áður. Við erum alltaf líka svolítið að æfa okkur fyrir að fara á Vestfirðina, þannig að ákváðum að prófa að fara einhvern svona fjörð og að testa þetta, sjá hvernig að vera með alvöru snjó og svona. En við höfum full trú að það gengur vel og það gengur vel nú þegar og við erum bara að læra mikið af þessari virkjun. Mjög spennandi. Takk fyrir. Takk. Yngvi, yfirverkfræðingur HS Orku, ég gleymdi nú að láta titilinn fylgja hérna áðan. Við erum að glíma svolítið við dagspyrtuna, þetta er nú bara sá ástími og glærurnar eru kannski ekki eins skarpar og skýrar og við helst hefum viljað og myndirna fá kannski ekki notið sín. Við getum kannski prófað að draga eins fyrir, þið segir bara til hvort það verður of dimmt, reynum að finna jafnvægið hérna eins og við gerum alltaf hjá HS Orku, við erum að reyna að finna jafnvægið í auðlindunum. En áður en að við förum yfir í þann pakka og þann leikluta að þá er Þorleikur Jóhannesson hér næstur á svið. Hann er vélaverkfræðingur hjá Verkís og hokinn af reynslu í samstarfi við Hitaveituna og HS Orku og hefur komið að fjölmörgum samstarfsverkefnum velheppnuðum í gegnum Verkís og fleiri fyrirtæki. Og hér hefur hann dregið upp sannkallaða minningabók sem verður mjög áhugavert og gaman að fá að fletta með honum. Gjörðu svo vel, Þorleikur. Já, einlægar þakkir fyrir að bjóða mér og vilja hafa mig með hérna í dag. Mér langar aðeins að segja pínulítið fyrst frá sjálfum mér. Ég er sem sagt vélaverkfræðingur og ég ræð mig til fjarhitunar í ársbyrjun 1991. En fjarhitun er eitt af þeim fyrirtækjum sem svo myndaði Verkís árið 2008. Það var sem sagt rafvagnatækni, fjarhitun, fjölhönnun, raftekning og síðar almenna sem mynduðu Verkís eins og það er í dag. Það fyrsta sem ég gerði var að hanna þrýstidempara fyrir Hitaveitu Reykjavíkur og Nesjavöllum en mjög fljótlega fór ég að vinna fyrir Hitaveitu Suðurnesja og ég hef sem sagt verið þarna í þessum bransa síðan 1991 og hef eiginlega ekki farið þaðan síðan. Það er svona frekar óvinnulegt, myndi ég segja. Þegar ég var að grúska í þessu þá fann ég þessa gullfallegu mynd. Þetta er mynd af fyrsta teikningahefti útboðs fyrir Svartsengi. Það var ekki þetta að nota ljósmyndir. Þannig stáðu teiknararnir og þeir teiknuðu svona fallega mynd. Við sjáum stöðvarhúsið og súlurnar hérna bakvið. Ákaflega listrænt og fallegt. Við höfum verið í Verkís og forverar involveraðir í þróun fyrir Hitaveitu Suðurnesja og svo síðar HS Orku alveg frá byrjun, fyrst í Svartsengi 1, 2 og 3 sem að Yngvi fór nú vel yfir hérna áðan og svo fyrir Hitaveituna á Suðurnesjunu þar sem að við höfum hannað meir og minna allt dreifikerfi og raf- og stjórnbúnað þá með raftekning og rafvagnatækni. Þessi rauðmerktu fyrirtæki eru fyrirtæki sem svo hafa runnið inn í Verkís. Við héldum áfram í Reykjanes 1 og 2, þá var varmaverk komið, varmaverk endaði hjá fjarhitun og fór inn í Verkís og svo Svartsengi 6, vél 1, sérstaklega skemmtilegt verkefni, þá var Verkís orðið til og síðan í Reykjanesi 4 og Reykjanesi 6, vél 2 hefur Verkís verið þar meir og minna allt kring. Aðeins lærimeistar og samstarfsmenn, ég verð að nefna Sigþór Jóhannesson sem hefur actually fylgt Hitaveitu Suðurnesja og þróunin í Svartsengi allt frá stofnun. Oddur Björnsson var þá yfirverkfræðingur hjá fjarhitun og er enn og hefur skrifað ákaflega gott rit sem að allir verkfræðingar sem í þessum bransa hafa á borðshorninu til að kíkja í og svo Jónas Matthíasson sem kom frá varmaverki, hann var áður starfsmaður VFGK. En allir þessir menn hafa reynst mér afskaplega vel og verið hafsjór fróðleiks. Nú svo langaði mig aðeins að sýna ykkur pínulítið sem fékkst úr grúskinu. Hér er sem sagt það sem Sigþór gerði. Við sjáum stafina þarna upp í hægra horninu, við sjáum Sigþór Jóhannesson, þetta er gert 1976. Hér var ekkert verið að vesenast með eitthvað Microsoft Project eða Primavera. Þetta var bara unnið á transara. Þá sagðu krakkarnir vinnu, hvað er transari? Transari er svona gegnsætt blað og menn teiknuðu bara upp verkþættina og mánuðina og svo settum við milljónirnar á og eftir þessu var unnið og þetta gekk allt saman prýðilega.
Eina sem athugasemd hjá mér, að mér fannst Sigþór, sko, þið sjáum þetta eru gamla milljónir, 100 og eitthvað milljónir, hann er innan við 10% í hönnun og umsjón sem mér finnst afskaplega lágt. En svo það meistararnir á Hitaveitu Suðurnesja og síðar HS Orku og það náttúrulega Albert Albertsson og Geir Þórólfsson, mikli meistari, vélaverkfræðingur. Ég verð að nefna hann situr með þarna, Greta Sigurgjörsson, auðvitað sem var mikill snillingur í hitaveitum og vann í Hitaveitu Suðurnesja, hann kallaði mig alltaf spámanninn, að ég var alltaf að spá fyrir heitavatnsnotkun og honum fannst ég fullt djarfur. Gaman að segja frá því að ég er nýmlega búinn að skila til næstu 50 ára fyrir HS Veitur og það eru ansi bjartsýnar spár, vonandi rætast þar. Og svo náttúrulega Guðmundur Ómar og Yngvi sem var hérna áðan, allt miklir meistarar, Hreinn Halldórsson sem var nú vélfræðingur lengi í Svartsengi og ég lærði mikið af. Ég verð að nefna sérstaklega þennan góða mann, Albert Albertsson, hann treysti mér mjög fljótlega fyrir alls konar verkefnum. Og einhver tíma sagði ég við hann, ef maður mætti svona hugsa aðeins út fyrir boxið, sagði ég, þá sagði hann bara, Þorgrímur, það er ekkert box. Það er ekki til og hefur aldrei verið til. Ég meina að byrja þetta myndi sem Yngvi var maður að koma úr þessu sem að hann ræður sig held í 1977 til Hitaveitunar og þetta endar svona allt í hans tíð. Afskaplega afkasta mikill maður og virkilega, já, ánægilegt samstarf í mjög mörg ár. Aðeins nefna HS Orku og verkefnin sem að Verkís hefur verið einu fyrir þau. Þetta er Reykjanesvirkjun eins og þið sjáu hérna er Tengivirkið og Stöðvarhúsið og hvað eru gældur spurði mig einhver, þær eru náttúrulega ekki til í þessu og svo sjáum við beinahólinn hérna, við getum rætt hann kannski í kaffinu á eftir. Sko, jarðhitavirkjanir eins og þær eru í heiminum eru afskaplega einfaldar, það er bara borhola og það er skilja, það passa mig ekki á villum skilja og það er hverfill og Eimsfalli og Kældirn og af hverju vera að hafa þetta svona einfalt þegar að hafa þetta svona, þetta er Svartsengi, það eru 30 borholur og 12 gufuskiljur og 10 hverflar og þetta hangir allt saman á óskiljanlegan hátt saman og þið getið ímyndað ykkur fyrir unga vélaverkfræðinga að komast á þennan leikvöll og fá að taka þátt í þessari uppbyggingu algjörlega einstak. Ákaflega þakklátur. Við höfum verið að hanna eins og ég sagði dreifikerfi stofnaðar og við höfum gert straumfræðilega greiningar á rásunum og hanna borholutoppa og safnaðar og gufuskiljur, varir, hverfla og allt sem tengist vélaverkfræði í svona. Það er galdið gaman að segja frá því að í HS Orku og Hitaveitu Suðurnesja þá heita hlutirnir alltaf sko. Súlurnar sem var Yngvi sýndi ykkur aðeins að 3 þær heita Klásúlur vegna þess að Klás, góðu vinur okkar frá VFK, hafði svona veg og vanda. Þær voru svo endurbættar fyrir einhverjum árum, þá heita það Sæmundur og Hólmfríður, hún hannaði Loftræsi, samstæður í Orku 5, þær ganga undir því nafni. Þetta er þetta ekki Elli og Ella-lokin, svo er Geirsloki, það var ákaflega merkilegur ventil sem hann setti á geimana og svo er að koma Ármannsrörin og við tölum kannski aðeins meira þau á eftir. Gufuskiljur eru svona uppbyggingu frekar einfaldur hlutur. Það er bara þannig, flestar eru nú þannig að þær voru lóðréttar og streymið fór inn hérna og miðflótta aflskiljur eins og köllum og gufan fór upp og vatni niður og vatninu var safnað í tank og gufan fer svo inn til vinnslu í einu hverfilega svoleiðis. Þetta var svona fyrst gert í Kröflu og svo var þetta gert út allan heim og líka í Svartsengi en fljótlega þá sáum mér að það var eiginlega ekkert sniðugt að vera með svona skiljur. Þannig að menn fara að þróa láréttar gufuskiljur. Þorbjörn Karlsson hafði eiginlega byrjað því held ég fyrir VFK, þá var hann að vinna í sambandi við uppbyggingu Nesjavallavirkjunar og þá koma fyrst svona láréttar skiljur. Það er þannig að gufa og vatn kemur hérna inn öðrum megin og lenda hérna á rimla, skóflu, síu eins og við köllum það, vatnið dettur á botnin og gufan fer út topp. Þess vegna við köllum þetta svona single flow, þetta kemur inn hérna, gufan út og vökvinn út. Afskaplega einfaldur hlutur en samt heilmikil pæling í að hanna þetta. Við köllum þetta rimla, skóflu, síja. Þetta er svona ekki dósubæð eins og bara er á Litlahrauni, nema það eru svona vinklar í staðin fyrir svona bein rör sem að grípa gufudropan og láta það detta niður í botnin. Á Reykjanesi þá tókum við þessar skiljur, akkur ekki bara búa til eina, í Svartsengi voru 2 fyrir eina vel, akkur ekki bara búa til eina og skella þeim bara back to back, þið sjáu þið. Hérna eru rimla, skóflu, síðunar komna hérna megin, fyrir geði. Frá borholum inn, sitt hvoru megin, vökvinn dettur hérna niður, lendir á botninum og gufan út.
Þannig að þarna einfölduðu menn pínlítið hlutin í staðan fyrir að vera bara alltaf að kópera sömu hönnunina aftur og aftur, þá þurfa menn endilega að fara að breyta og bæta. Og það hefur einkennt svolítið alla vinnu fyrir Hitaveitu Suðurnesja að gera, og HS Orku að gera aðeins betur en síðast. Og það má segja að þessar skiljur hafa farið bara sigurför heiminn. Við gerðum svona fyrir Landsvirkjun á Þeistareykjum, ekki ósvipað. Skiljur eru alltaf hannaðar sérstaklega fyrir þá gufu sem kemur upp úr svæðana, þannig að það eru aldrei eins. Þetta er aldrei copy-paste, en það er það er séra svona svolítið similarity að má sletta pínulítið. Við gerðum 13 svona skiljur fyrir Olkaria í Kenía. Þar bættum við reyndar við síuelementum til þess að tryggja það að gufan yrði ennþá hreinni. Og þetta var skemmtilegt verkefni sem var unnið fyrir GEG á sínum tíma. Nú talandi Ormat sem byrjaði eiginlega sinn feril í Svartsengi, við hönnuðum þessa skilju fyrir Rót og Kafa í Nýja-Sjálandi og fyrir Mercury, og gufan sem kemur hér út og hún fer til Ormat. Þannig að Ormat á eiginlega ekkert að vera hanna gufuveitur, það láti ykkur aðra það, og hér er svona smá statement frá þeim, það er virkilega ánægð með gufuna sem kom út úr þessum skiljum. Þetta er sem sagt svona þróun sem hefur átt í stað á langum tíma, og þetta er ekki sem að maður bara hristir upp úr hatti, og Íslendingar eru og kannski við og HS Orka mjög í fararbroddi þegar kemur öllu sem heitir skiljuhönnun. Mér langar í lokun að segja frá einhverju nýju. Já. Engin. Það er þannig að þetta var samstarfsverkefni verkfræðinga, og það má ekki gleyma því þeir sem framleiða innvolsið í búnaðinn hafa heilmikið það að segja. En það er ekki þannig að þetta sé patent sem er selt. Þetta voru oft verið rætt, við getum tekið þetta síðan. Allavega, mér langar að enda að segja ykkur pínlítið frá jarðlægum safnaðum. Og hér er kannski pínlítið eitt annað. Þetta er örugglega einhver frægasta safnaði á Íslandi. Þetta er safnaði sem er á hægri hönd þegar þið keyrið upp brekkuna við skíðaskálan í Hveradölum. Það var heilmikið talað þetta var nú blaðamál á sínum tíma, mönnum þótt hún ekki mjög falleg og hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað við hana. En okkur, verkfræðingunum finnst þetta bara allt í lagi, sumum. En samt, það væri kannski hægt að gera eitthvað í þessu, svo að þá ágætur verkfræðingur, ég veit ekki hvort hann er hérna á Fjarðardön, eða tæknifræðingur, hann Ármann, og þá hann hefur tekið ástfóstur við það að reyna að hanna, hann situr hann, við getum rætt þetta við hann og eftir, að hanna sérstakar neðanjarðasafnaðar, og Albert vill alltaf kalla þetta jarðlæga safnaðar. Það taka dálítið mið af hitaveitustokkum, en eru samt ekki hitaveitustokkur. Þetta er hitaveitustokkur og þeir eru mér mjög kærir vegna þess að þegar ég var 16 ára og var fyrst að fara að vinna eftir grunnskóla, þá var ég heilt sumar og lá á botninum á hitaveitustokk og glattaðan. Þannig að ég er búinn að vera svona lengur, jafnvel heldur en 33 ára í þessum bransa. Þetta er Reykjavík 2, og af hverju veit ég það? Vegna þess að Reykjavík 1 er hérna við hliðina, þið sjáu Reykjavík 1. Þetta er gamli hitaveitustokkurinn sem kom frá Reykjum og lá upp á Öskjuhlíð. Hann er nú heimsfrægur, en þess að það er sagt þegar Armstrong lenti á tunglinu, þá sá hann tvennt, það var náttúrulega Kínamúrinn og Reykjastokkurinn. Guðni Ágústsson segir reyndar að það hafi verið Flóaveitan, en ég held að það sé ekki rétt hjá honum. Allavega, Ármann fer að horfa á það hvort hann geti ekki sameinað foreinangrúð hitaveiturör, steinrör og þetta sem við þekkjum sem rör í rör. Og það er búið að smíða mót og gera alls konar kúnstir, og hér er einangrunin stift í steypt rör, þannig að í raun og veru hitaveitustokkurinn er orðinn að klóakurröri með einangrun, og svo er smá undirstað á miðinu, þetta er 6 metra löng rör. En stálrörin eru hvergi sjáanleg. Vegna þess að fyrst er rörið bara lagt í skurð, svo er bara grafið yfir og svo er ýtt. Svo er rörið í raun og veru þrætt inn í. Og í öllum svona venlegum fyrirlestunum þá er alltaf ein hreyfimynd, en ég ætla ekkert að setja hann í gang. En það er þannig að hérna í hinn endan, svona einhvers staðar hérna við barinn, eða jafnvel lengra, það er nefnilega krani sem dregur alla dræsuna í gegn, og það er mjög létt. Þannig að rörið hreyfist mjög þægilega í þessu. Svo þegar þessu er, þannig fórum við eins í gang, við hoppum bara yfir hana. Hér er búið að ganga frá, og hér er sem sagt sárið sem er eftir. Þetta er sem sagt tilraun sjá hvort það sé hægt að gera svona með hitaveiturör á háhitasvæðum þar sem hitinn er alltaf 200 gráður. Og þá fær maður svona póstastundum frá ákveðnum manni sem situr hérna á helgi.
Þetta alveg rétt, það stóð hugrenningar gamals manns í subject-línunni og öll bréf frá Alberti byrja á kæri Þorleifur og þau eru mörg. En þá hann að spökla í því hvort við getum ekki farið í endurbætta hönnun og hort svolítið til heildstæða þróunar og reynt að losna við þessa þenslulíki hérna, sem eru nauðsynlegt til þess að taka upp varmaspennuna. Það hafa verið notkun þenslustykki, svona harmonikur og svo þessu hliðar. En þetta allt saman ryðfrítt stál, ákaflega þunnt og jarðhitabransinn hefur ekkert vorað að gengiftu fyrir að nota þetta. Þannig að þá fara menn á stúfan og reyna að finna eitthvað annað. Og þetta eru snúningsliðamót. Og Ármann og Lárus sem HHS Orku eru núna í þessum töluðum orðum að kaupa svona apparat til þess að prófa á Reykjanesi. Ég sjá það ef við höldum í þennan enda hérna, þá getum við snúið þessum, við getum bæði aðeins fært hann upp og niður, en við getum snúið honum 360 gráður. Og hér svona dæmi um það hvernig væri hægt að nota þetta. Hér sjáum við jarðlægu safnaðina hans Ármanns og rörið að ganga hérna inn í og hér snúningsliður, hér snúningsliður og hér snúningsliður. Hér sem sagt neðanjarðar holutoppur og þessi mekanismi hann ræður við holutoppinn sem gjarnan fer upp og niður og hreyfingun á rörinu. Og ef við förum hérna að þessum jeppa, þá þar annar svona brunnur þar sem að rörin koma og ganga fram og aftur. Þannig að hér allt komið neðanjarðar. Við getum ímyndað okkur að við séum með veg þar sem að rörin liggja sitt hvoru megin og á 200-300 metra kafla þá skiptaði akrein, ef við getum sagt sem svo. Svo þetta nýjasta hugafóstur okkar og einhvern tímann ætlum við að gera meira með þetta. Við sjáum að þetta borplan, en hér ekki verið að hugsa að gera eitt stórt borplan, heldur láta borfyrirtækin koma með gámana og allt þetta dót sem þeir þurfa og láta þau standa á stultum. Bora bara lítil göt, svo fjarlægum við allt og þá ekkert borplan vegna þess að borplön eru fyrst og síðast til þess að hýsa gáma meðan að verið að bora. Það ennþá hér í þessari teikningu sem sést ekki, það náttúrulega jarðvegur undir bornum sjálfum, en gámarnir og allt sem þarf mætti svo fjarlægja og eftir verður ekkert. Ekki borplan sem eins og fótboltavöllur. Það rétt að lokum, fá að þakka kærlega fyrir samstarfið, einkar ánægilegt og það mikilvægt, segi ég, til þess að auglýsa aðeins að orkufyrirtæki eins og HHS Orka leiti áfram til ráðgjafa, en þess að við erum alveg vissum að það að öflug ráðgjafafyrirtæki eru líka forsenda þess að hægt sé að flytja út jarðhitaþekkingu og það von okkar auðvitað að verki í svo og forverar hafi orðið HHS Orku að minnstakosti að einhverju gagni og muni það ekkert bóks. Takk fyrir. Takk Þorleikur fyrir einstaklega skemmtilega yfirferð. Ég fekk pínur hroll í morgun því ég sá að kynningin hans var 40 glærur. Ég sem hann aldrei að fara að klára þetta innan við hálftíma. En hann var á sléttum 15 mínútum, vel gert. En af því að við hófum leik örlítið seinna en ráð var fyrir gert, þá ætla ég að taka það ákvörðun að við tökum allar spurningar og allt spjall í veitingunum hérna aftan á. Til þess að við höldum tímaplanið, tími peningur og það því bara brýnt að við höldum áætlun og getum svo tekið spjallið hérna í lokin. Og það þýðir það að röðin við erum komin í annan leikhluta og þar eru það Lilja og Vala sem ætla að deila með okkur fróðleik sínum. Lilja Magnúsdóttir deildarstjóri auðlindastýringar HHS Orku og við erum afskaplega stolt af teiminu sem að Lilja stýrir. En teimið skipað sérfræðingum á heimsvísu sem vakta auðlindirnar sem að HHS Orku treyst fyrir. Þau leita sífellt leiða til að tryggja sem best sjálfbæra nýtingu og nýsköpunin og lausnirnar liggja svo sannarlega ekki bara í fortíðinni. Gjörðu svo vel, Lilja. Takk fyrir. Komið sæl. Ég ætla að fjalla nokkur nýsköpunarverkefni sem hafa verið í gangi hjá okkur og segja líka aðeins frá auðlindastýringunni með hliðsjón af jarðhræringunum sem hófust í Sundhnúksgeiðarröðinni 2023 og í Fagradalsfjalli þar á undan.
En byrjum á auðlindastýringunni. Hlutverk auðlindastýringarinnar að hafa eftirlit með auðlindunum og rekstrinum. Þetta til dæmis gert með því að taka hita- og þrýstimælingar í borhólum, efnasýni og síðan nýtum við þessar niðurstöður og aðra rannsóknir sem eru gerðar á svæðunum í líkön. Og þessi líkön gerur okkur kleift að herma eftir því sem að gerast í jarðhitageymunum og sjá hvernig áhrif niðurdælingar og vinnslu á hita- og þrýstingikerfunum. Og við nýtum síðan þessar niðurstöður og okkar túlkun í stefnumörkun auðlindanýtingar. Við gerum vinnslu áætlanir og fylgjum þessu síðan eftir með áframhaldandi eftirliti og sendum gögn til Orkustofnunar og allar okkar framleiðslu ákvarðanir eru teknar með mið af markmiðum okkar sjálfbæra nýtingu auðlindana. En til að hafa betri yfirsýn yfir jarðhitakerfin þá höfum við þróað gagnagrunn og mælaborð sem að sýna nær raun tímastöðu jarðhitakerfana. Þarna fara inn til dæmis niðurstöður mælinga og eru þá aðgengilegar öllum leið. En þetta kom sér mjög vel eins og í jarðhræringunum þegar við vorum að reyna að fylgjast með hvort þær væri að hafa áhrif á jarðhitakerfið okkar í Svartsengi. Svo höfum við undanfarið verið að vinna að nýjum stefnum í auðlindanýtingu, bæði á Reykjanesi og í Svartsengi. Við erum auðvitað alltaf að keppast við að reyna að nýta auðlindirnar á sem bestan hátt, eins og til dæmis með því að bæta við lágþrýstitúrbununni Rey4 á Reykjanesi sem að nýtur þá orku úr afgangsvökva frá hinum vélunum. En í auðlindastýringunni erum við líka að reyna að besta það, hvernig niðurdælingar háttað, hvernig suðan í kerfinu og þetta hefur gengið mjög vel. Við höfum líka þurft að bregðast við jarðhræringunum í Svartsengi og það þannig þegar kvika fer af stað og kvikurhlaup að hefjast að þá þrýstir kvikan berginu til hliðar saman þegar hún að ryðja sér rúms og við þessa samþjöppun á berginu þá hækkar vatnsborðið í jarðhitakerfinu okkar. Þetta gerist mjög hratt. Og þetta kemur sér vel fyrir okkur að því leyti að þetta styrkir jarðskorpuna. Það hefur því alltaf verið talið mjög ólíklegt að kvika getur komið upp í Svartsengi. En við þurfum samt að bregðast við þessari þrýsti hækkun og hafa okkur öll við að vinna vel úr kerfinu og fá þá suðu sem við viljum hafa. En svo höfum við líka þurft að bregðast við auknu gasi því að kvikan þarna að afgasast og þetta kemur upp í gegnum okkar kerfi. Og höfum því þurft að bregðast við því, ég kem aðeins betur inn á það eftir. En svo erum við líka í þverþjóðlegu samstarfi. Við erum til dæmis í samstarfi við US Geological Survey sem fremsta stofnun Bandaríkjanna á sviði jarðvísinda. Þannig að það hefur verið mjög dýrmætt að geta leita til þeirra og þeir eru að rýna gögn með okkur. En það þurfti að fara allavega upp í Hvíta húsið til að fá samþykki fyrir þessu samstarfi. Og svo erum við líka í samstarfi við Ormat sem við erum búin að heyra nú þegar. Og eru þeir leiðandi alþjóðlega í jarðhitalausnum. En þeir leika meðal annars jarðhitaverið Puna Geothermal Venture á Hawaii. Og þið sjáuð þarna myndinni, þá kannast þeir við þetta að vera með eldgos í bakgarðinum. Og það var dýrmætt að geta leitað til þeirra líka með og læra af þeirra reynslu þegar við vorum í okkar viðbragðsáætlunum. En það kemur svo sem ekkert á óvart að það geti geisað eldgos nálægt jarðhitaverum, en það hita uppspretta jarðhitans, kviku innskott og við hefum annað dæmi þetta bara hérna í Kröflu. En hérna tímalína jarðhræringana í Sundhnúksgígaröðinni. Þetta hófst með kviku innskotti í nóvember 2023 þegar kvikugangurinn að myndast. Það verða gríðarlegir jarðskjálftar þegar hann að myndast en þeir öllu þó bara smávægilegum skemmtum hjá okkur í Svartsengi. Síðan í fyrsta eldgosinu í desember 2023 þá var rekstur stöðugur hjá okkur. En síðan í eldgosunum í janúar og í febrúar 2024 þá fáum við hraun yfir safnaðir hjá okkur, heitavatnsæðar sem annars vegar til Grindavíkur í janúar og síðan yfir Njarðvíkuræðina sem þá að flytja heitt vatn annars vegar til Grindavíkur og svo til Njarðvíkur og sveitarfélagana þar. Þarna var grettist þakið lyft og margir komu að og komst þetta aftur í lag á alveg ótrúlega skömmum tíma, þetta voru nokkrir dagar. En síðan í eldgosinu í mars, maí og í ágúst 2024 þá var reksturinn stöðugur hjá okkur. En svo núna í síðasta eldgosinu í nóvember 2024 þá
kemur hraun aðeins og nálægt Svartsengislínunni og þurftum við því að hætta rafmagnsframleiðslu á meðan verið var að laga það, en nú er Landsnet búið að hækka möstrin þar og verja. Og hérna sjáið þið varnargarðarnir, þetta sést kannski ekki alveg vel, en þeir eru heldur betur búin að sanna gildi sitt og þetta hefur auðvitað verið samstarf margra eins og almannavarna, Verkís, Landsnet, Hitaveita Suðurnesja, HS Veitur meina ég, og við sitjum reglulega að fundi Veðurstofunnar og fleiri aðila eins og Tómas kom inn á áðan. En við höfum farið í ýmsar varúðar aðgerðir til að reyna að tryggja eðlilegan rekstur í Svartsengi. Til dæmis höfum við gert það að verkum að við getum stýrt Svartsengisvirkjun frá Reykjanesvirkjun, þannig að við þurfum ekki að vera með mannskap í Svartsengi til að stýra virkjuninni. Við erum búin að uppfæra okkar viðbragðsáætlanir og rýmingaráætlanir og fjárfestum í nýjum varaaflstöðum í Svartsengi og þær gera okkur kleift að halda nógu miklu afl í gangi þannig að við getum stýrt lokum manna til að hafa hitaveitu framleiðslu í gangi ef að rafmagnsframleiðslan fer út. Og við sáum það eins og núna í nóvember þegar rafmagnsframleiðslan fer út að við gátum verið áfram að framleiða heitt vatn. Svo erum við með pípulagnir og jarðvegsreikning til staðar ef þörf er á. Síðan vorum við langt komin með verkefni þar sem við vorum að verja hluta jarðveguræðarinnar í jörðu. Það munaði svo litlu að við værum búin með þetta verkefni þegar þriðja eldgosi skellur á og við fáum þarna hraun yfir hluta af þeirri lögn. En að því að við vorum komin svona langt með þetta verkefni þá tók ekki nema 4 sólarhringa að koma lögnin aftur í gang og það kom auðvitað margir að þessu. Og nú er 600 metra kafli undir nýja hrauninu, heldur vel en það þarf að vera þrýstingur á lögninni. Og svo eins og við komum inn á þá hefur Landsnet hækkað möstur og varið þau. En svona það sem við höfum helst tekið eftir í jarðhitakerfinu hjá okkur eru þessi eldfjallagös sem eru að koma. Þarna er kvikan að afgasast, hefur líka áhrif á þrýsting í kerfinu hjá okkur og sýnir þetta hérna alveg skýrt. Þarna erum við með fyrir orkuver 6 og orkuver 5 mælingar, þetta er massahlutfall koltvísýrings og við sjáum þessi gríðarlega hækkun sem verður þegar að kvikugangur myndast í nóvember 2023. Og þetta sýnir auðvitað bara þessar breytingar sem verða í jarðhitakerfinu út af þessum náttúrulegu ferlum. Og losunartölur koltvísýring fyrir árið 2024 í Svartsengi hækka 63% vegna jarðhræringana. Og þetta er auðvitað eitthvað sem við höfum enga stjórn á. En síðan í kjölfar jarðskjálftana þá erum við líka búin að láta fljúga yfir svæðið og kortleggja sprungur til að sjá að það væri einhverjar nýjar sprungur að myndast. Við létum fljúga yfir með dróna og segulmælum til að sjá hvort það væri einhver holrými sem gæti verið hættuleg. En þetta kom nú bara allt ágætlega út. En síðan erum við mjög stolt af nýsköpunarverkefni sem við þróuðum sjálfvirkt eldgosa viðvörunarkerfi og hluti við UT-verðlaunin stafræna opinbera þjónustan 2024. En viðvörunarkerfi það er heldur betur búið að sanna sig og það virkar þannig, við erum með nema á 850 metra dýpi ofan í vöktunarhóli hjá okkur sem að nemur hita og þrýsting á mínútu fresti og þegar að kvikuhlaup er að hefjast og byrjar að þrýsta berginu saman þá fáum við öra þrýstihækkun í þessari hóli af því vatnsborð hækkar og erum við því búin að þróa kerfi sem að lesa þrýstingin á mínútu fresti og þegar þessi öra þrýstihækkun sem getur ekki skýrst af neinu öðru, við erum auðvitað með alls konar þrýstibreytingar út af vinnslu en þetta er alveg svona sérstætt merki að þá er send viðvörun á Veðurstofu Íslands og af þessum 6 eldgosum sem hafa orðið eftir að við settum þetta kerfi í gang, við settum það í gang eftir fyrsta eldgosi, að þá hefur þetta merki komið í hóluna fyrir hvert einasta eldgos en í eitt skipti það náðum við ekki að senda út viðvörun og það var að því að netþjótt hjá COVID lá niðri og þeir sjáum að senda gögnin frá nemanum til okkar. Við vorum að ásætti HS Orku og tókum þessum ekki eftir þessu en við erum núna búin að búa til viðvörunarkerfi fyrir viðvörunarkerfi þannig að við fáum viðvörun ef það er ekki að virka og hefur þetta svo sem ekkert verið neitt vandamál síðan. En fyrir þetta eina gos þá kom engin viðvörun til almennings
og þetta sagði okkur svolítið, ok, þetta er virkilega mikilvægt fyrir bara almannavarnir að vita þegar að þetta er yfirleitt svona 25 til 60 mínútur, allt upp í 4 tíma og 20 mínútur áður en eldgos hefst og hefur þetta, já, bara gengið mjög vel með þetta kerfi. En svo langar mig bara svona aðeins að velta svona fyrir okkur bara hver er næsta bylting í jarðhitanýtingu. Jarðhiti er stærsta ónýtta uppspretta endurnýjanlegrar orku í heiminum og það eru mörg tækifæri. Þetta er nú bara svona það sem mér datt í hug og svona það sem við höfum kannski verið að vinna og svona leggja okkar að mörkum í. Það eru ofurhitu jarðhitakerfin, endurbætt jarðhitakerfi og þróuð jarðhitakerfi, gervigreind í auðlindastýringu og í viðhaldsgreiningu. Beinnotkun heitu vatni, við Íslendingar auðvitað komum langt hér, framfarir í borun og mælitækni, hringrásar hagkerfi, að nýta auka afurðirnar. Ég ætla að ræða aðeins betur þessi 3, en við hefum vissilega verið að taka þátt í öðrum verkefnum. Við hefum verið að gefa borkjarnat, svo hægt sé að prófa mismunandi borkrónur. Við erum að taka þátt í verkefnum sem að reyna að hanna mælitæki sem þola þennan háa hita sem í hólunum hjá okkur. Svo erum við auðvitað með auðlindagarðinn, þar sem við erum að þróa hringrásar hagkerfi og nýta allar auka afurðir. En ofurhiti jarðhittakerfin, þegar þú ert komin yfir 374 gráður Celsius, þá ertu komin í ofurhita og þá margfaldast orkan sem í vökvanum. Og við getum verið jafnvel að fá 5-10 sinnum meiri orku en við hefðbundan jarðhita. Þannig að þið getið ímyndað ykkur að bora kannski eina djúpa holu í staðan fyrir 10. Og við erum þáttakendur í Iceland Deep Drilling Project og hóla 2 var boruð á okkar jarðhitasvæði á Reykjanesi. Þetta er dýpsta hóla Ísland, 4659 metrar og komumst við í 427 gráður við 340 bara þrýsting. Þetta var virkilega merkur áfangi fyrir jarðhitaiðnaðinn að bora þessa djúpu hólu og komast í þennan hita. En hóluhönnun er kannski ekki alveg komin nógu langt af því að hólan fer síðan á endanum í sundur á 2300 metrum en nú er verið að prófa skriðþingi sem að Ísor hefur hannað í hólu á Nesjavöllum, þannig að það verið spennandi að fylgjast með því. Svo er það endurbættu jarðhittakerfin, það hefur verið mikil framþróun í þessu í Bandaríkjunum. Það eru þetta hiti allstaðar í jörðinni en það er spurning hversu langt þarf að bora til að komast í hann. En það sem að vantar oft er lektin. Það eru sprungurnar sem að vökun getur flætt til þess að hitna nóg svo að þetta sé að framleiða. Og því farið í það að búa til þessar sprungur, dæla svo niður vökva og vinna úr honum. Þetta getur gert jarðhita aðgengilegan hvar sem er. En við höfum í raun verið að gera þetta líka á Reykjanesi. Því að þegar að við borum hólur sem eru ekki nógu þéttar, eru of þéttar og við erum ekki nógu að vinna úr, þá förum við í það að dæla þéttivatni ofan í og gerum þetta oft í lengri tíma til að reyna að örva sprungurnar og reyna að mynda betri lekt. Og okkur hefur tekist það og náð svo að vinna úr þessum hólum annars staðar. Og svo með hólunni EDDP2 þá var líka sýnt fram á möguleikann á djúpu endurbættu jarðhittakerfi sem þá þegar að við erum að dæla ofan í þessi dýpri jarðlög og búa til sprungu þar og það var sýnt fram á vökun sem fór ofan í EDDP2 þegar verið var að örfa þá hólu að hann barst upp í vinnsluhólarnar. Þetta var áður en að vinnsluþóringin fór í sundur. Þannig að þetta gæti verið gríðarlega spennandi því þannig gætu við verið að stækka í rauninni jarðhitakerfin okkar án þess að það sjáist á yfirborði. En síðan hefur við líka innleitt gervigreind hjá okkur í auðlindastýringunni. Áskorunin er sú að raforkuframleiðslan hún sveiflast með holutoppsþrýstingi á ákveðnum holum. Þannig að þó við viljum kannski framleiða ákveð mörg megawatt þá þetta alltaf sveiflur í framleiðslunni og þetta getur verið 30% sveiflur í holutoppsþrýstingi á ákveðnum holum. Og þar söludeildin að bregðast við þessu, þeir þurfa að selja þá orku sem við búum til og það getur verið erfitt þegar það eru sveiflur. Og þetta er bara nokkru klukkutímar sem við erum að horfa á hér og það eru auðvitað margt sem kemur inn í þetta frekar stutt tímabil en það getur verið alls konar, þetta er ekki alltaf svo augljóst að sjá hvernig þessu sveiflur verða. Þannig að við höfum þróað svona long short-term memory recurrent neural network, þetta er svona tauganet til að spá fyrir framtíðarframleiðslu. Þetta er byggt á sögulegum framleiðslu upplýsingum og holutoppsþrýstingi á 2 hólum sem að sveiflast hvað mest hjá okkur. Og við sjáum það hérna hvernig þetta fittar vel, rauða línan er það sem við erum að fitta og bláa línan er framleiðslan og spáir þá síðan fyrir næstu klukkutíma.
og við erum með þetta í þróun því að svo er margt fleira sem hefur áhrif. Það hefur að opna að loka hólu við hliðina og við erum að reyna að taka inn fleiri inntök til þess að hafa þetta alltaf inni sem skiptir máli. Svo erum við þetta líka alltaf að þróa áfram jarðhitakerfin okkar eins og með stækkunin í Svartsengi. Á Reykjanesi þá borum við 2 rannsóknarborunir á síðasta ári og það var hiti í báðum hólum. Þær eru búin að vera núna í upphitunarfasa og þetta er svona borað á svona ný svæði þarna í kring sem við erum að kanna og styttist í að við förum að afkasta prófa þessar hólur en þetta gefur okkur von að hægt sé að dreifa úr þá vinnslu og jafnvel niðurdælingu á Reykjanesi. Og svo erum við að fara að hefja borun í Krýsuvík. Við erum búin að þróa hugmyndaleikin af Krýsuvík og nýtum það til þess að ákvarða hvar viljum við bora og nú borunin að fara að hefjast á næstu vikum og við erum virkilega spennt að sjá hvað þessi hóla mun segja okkur jarðhitaauðlindina í Krýsuvík. Takk fyrir. Takk fyrir Lilja. Við erum svolítið stolt af fjallinu Þorbirni sem að þarna skartar sínu fegusta og þegar við þurftum að flytja úr Svartsengi haustið 2023 þá létum við bara útbúa risastóra myndir 2 af fjallinu og setja upp í nýju skrifstofunum okkar, annars vegar í Krossmóa og hins vegar í turninum og myndin í turninum, þið verða endilega að koma einhvern tímann að kíkja. Hún er svo stóra, það varð að hífa hana upp utandyra og innum glugga og vildi til að var verið að skipta rúður í turninum á þessum tíma. Þannig að kíkja endilega í kaffi og sjáu þessa fallegu mynd. Þá er komið að Völu Hjörleifsdóttur sem er dósent við verkfræðideild Háskólans í Reykjavík en Vala er jarðskjálftafræðingur og hún var áður hjá Orkuveitu Reykjavíkur þar sem hún fór fyrir deild nýsköpunar og framtíðarsýnar. Vala tekur við keflinu núna af Lilju og fer dýpra í möguleikana í jarðhitanum til lengri tíma. Superhot, jarðhiti, superhot, ég held að það væri ætti við eitthvað annað og útlistlegra en það ávíst við jarðhita eða ofurheitar vinnsluhólur. Eru þær málið til framtíðar og munum við Íslendingar leiða þróun á heimsvísu í þeim efnum? Gjör svo vel, Vala. Takk. Fyrst bara til að hamingja HS Orka með afmælið. Frábært að fá að vera með ykkur hérna og fagna. Lilja bað mig að einmitt taka við það sem hún endaði og horfa aðeins til framtíðar. Og það er oft talað það að hlutinir breytast hægar en maður heldur til skammra framtíðar, en svo breytast þeir hraðar en maður heldur til langra framtíðar. Þannig hvað gæti þetta verið fyrir okkur? Hvað er það sem er að fara að breytast til langra framtíðar, eins og til næstu 30 ára, 50 ára? Nú erum við búin að horfa tilbaka síðustu 50 árin, við sjáum að hlutin allt öðruvísi núna heldur en þegar fólk var að leita einhverju gufu í Svartsengi. En það er margt óljóst í kristalkúlunni og þetta er ég bara að fara að segja eina mynd af því sem að gæti mögulega gerst, en það er mikið snillingum í þessu herbyggi og ég veit að það eru margar hugmyndir hvernig þetta gæti verið. En mér langar að byrja á þessari mynd sem er hérna hægra megin. Þetta er úr stöðuskýrslu orkumál sem var unnin hérna fyrir 3 árum. Og þar var talað það að Ísland þurfti mögulega að auka orkuframleiðslu, þurfti alltaf því að 2-falda orkuframleiðslu, eða raforkuframleiðslu, til ársins 2040. Og þá er náttúrulega komið af okkur hérna í þessu herbyggi í orkugeiranum, bara hvernig ætlum við að gera það? Við á Íslandi erum heppin, eins og Yngvi talaði áðan, við erum búin að fara í gegnum orkuskipti í húshitun, við erum búin að fara í gegnum orkuskipti í raforkuframleiðslu, það eins langt og það nær. En hvað ætlum við að gera næst? Og ef við horfum á til dæmis rammaáætlun, hvað er í henni, þá sjáum við að það er ekkert voðalega mikið inn í rammaáætlun sem er að fara að draga okkur alla leið þangað. Og mér langar svolítið að bæta eins við þessa mynd, af því að hér er talað raforku þörf, en ég vil eiginlega skipta þessu í raforku þörf og tækifæri. Og tækifærin geta verið plús og tækifærin geta verið mínus.
Þannig ef við hugsaum til dæmis rafeldsneyti, sem var eitt af því sem við heyrðum áðan, þá það færanleg orka. Það sem við erum að gera núna, við erum að flytja inn fullt af olíu og það ekkert sem segir það að ef við getum ekki framleitt hagkvæmt rafeldsneyti hér til framtíðar, að við munum ekki bara halda áfram að gera það. En það heldur ekkert sem segir að við verðum ekki útflutningsaðili. Ég er ekki að segja næsta Sádi-Arabía, en kannski komast við nálægt. En þetta í rauninni ræðist alltaf því hvað orkan sem við framleiðum muni kosta. En við vitum það líka að í heiminum, sem að eftir að fara í gegnum þessi orkuskipti sem við erum búin að fara í gegnum, þar þurfa við mögulega á 8-falda orkuframleiðsluna til þess að losa sig við olíu. Þannig að við sjáum það líka á heimsvísu að þá erum við að díla við ennþá erfiðara vandamál. Þannig að það er líklegt að orkuverð muni hækka. Það gerir líka fleiri möguleika. Það eru fleiri hluti sem við erum ekki að horfa á núna, sem að munu kannski samt bara vera sniðugir til framtíðar. Þannig að fyrir Ísland, hvað geti þetta verið? Og ég set þarna kannski svolítið svona stríðnislega vatnsaflbráðum uppselt. Við sjáum ekki fyrir okkur 3 Kárahnjúkavirkjanir í viðbót, hvaðan ættu þær að koma. Þannig að við erum líklega ekki að fara að leysa þetta með vatnsafli. Þannig hvað mun þetta koma? Við erum hérna að tala jarðhita. Þannig spurningin gætu við 2-falda raforkuframleiðslu með hefðbundinni háhitavinnslu, eins og við erum búin að heyra í dag, bæði í Svartsengi og Reykjanesi. Og þá getum við í rauninni bara farið í þessar mynd og talið rauðupunktana. Bara förum bara í rauðupunktana, hvað getum við gert? Og þannig að ef þið horfið á þessar rauðupunkta, þá mikið af þeim þeirra annarkvort búið að vinna þá, eða við höfum svona eitthvað eins og Geysi, eða Kerlingafjöll, eða Hveravelli, eitthvað sem við erum líklega ekki að fara að vinna, eða mögulega undir jökli, þannig það var ekki fyrir jöklarnir eru farnir að við getum fara að hugsa um það. Þannig að það erfitt að horfa til þess líka að við getum 2-falda raforkuframleiðslu með hefðbundinni háhitavinnslu. En við erum þannig að það má leika að segja að mögulega þetta líka bráðum uppselt. Hvað ætlum við að gera þá? Við erum líka að horfa á það að lághitin okkar, ef við ætlum að fara í raforkuframleiðslu og lághita, auðvitað það, getum við horft til þess, en nýtingin svo miklu verri heldur en að háhita, þannig að við munum bara þurfa svo rosalega mikið af vatni ef við ætlum að fara að gera það. Þannig að alltaf þessu sem ég mun að nefna, það ekki uppselt, en það kannski ekki að fara 2-falda raforkuframleiðslu eða að taka okkur í að vera Sádi-Arabía í útflutningi af rafeldsneyti. Þannig og við vitum líka það að hitaveitur okkar eru líka að berjast í bökkum og þurfa líka meira orku. Og það náttúrulega besta nýtingin á varma að halda áfram að nýta hann sem varma. Þannig að lághitasvæðin eru kannski heldur ekki að fara að leysa þetta fyrir okkur. Þannig við stöndum frammi fyrir því að við þurfum eitthvað nýtt. Við þurfum að gera eitthvað öðru sem við höfum verið að gera og þannig að aldeilis bara að tala um það að við erum bara svolítið góði í því og getum alveg gert það. Og hvað þetta nýja sem umhverfisvænt, skalanlegt, að því að við þurfum að 2-falda, það ekki nóg að auka 5 eða 10%. Hvað það sem nýtt, umhverfisvænt, skalanlegt og hagkvæmt? Það sem við höfum séð mikið í fréttum undanfarið og það sem auðvitað mikið að vera að horfa til, bæði á Íslandi og erlendis, vindur og sól. Og við höfum séð að kostnaður við raforkuframleiðslu með því að nýta vind og sólarorku hefur bara hrapað undanfarnum árum sem frábært. Og þannig að þetta eru mjög spennandi kostir. En við vitum líka að til dæmis sól á Íslandi, við höfum aðeins minna af henni en annars staðar. Þannig að ef við hugsum bara kostnaðilega séð, að þá gæti þetta verið mögulega staður þar sem við erum ekki mjög samkeppnishæf. Vindur, við höfum nóg á honum, en við vitum líka að það ekki sama megawattstund og megawattstund. Þannig ef eitthvað fyrirtæki að kaupa okkur vindorku, að þá þurfa þau einhverja framleiðslu sem getur verið í gangi þegar það orkuframleiðsla og geta slökkt á henni þegar það engin orkuframleiðsla.
og það bara ekkert voðalega mikið af viðskiptavinum sem eru bara til í það. Þannig að ef við getum sendt stöðuorku, þá getum við selt hann á miklu hærra verði. Þannig að stöðuorka má kosta meira. Þannig að gefum okkur smá séns hérna. Og af því að á Íslandi, ef við náum ekki að stórauka raforkuframleiðslu og vatnsafli, þá getum við ekki sveiflað á móti tvöföldri aukningu í vindorku. Þannig að þá ég komin af okkar uppáhaldsbita í jarðvarmann. Og það sem ég langar að sýna ykkur á þessu korti, það svolítið munurinn hérna á brúnasvæðinu og rauðudoppunum. Þannig það sem við höfum verið að horfa til fram að þessu, það að nýta þessi háhitasvæði, fara í eldfjöllin okkar og nýta orkuna þar sem orkuþéttleikinn mestur, þar sem gufan bara kemur upp úr jörðinni, við borum holu og það bara frussast upp, geggjað. En við erum búið með það og nú ætlum við að muna það að það ekkert box og hvað getum við gert næst. Og þar komum við inn á þetta sem Lilja myndist á, sem þessi EGS, þú varst með eitthvað gott orð fyrir þetta. Já, endurbætt jarðhitakerfi. Og það sem við gætum þá mögulega horft til að það hár hitastig á öllu þessu brúnasvæði, sem þýðir það að það stutt niður á hita. Það mögulega ekki eins hár hiti á háhitasvæðunum, það mögulega þurfa að fara dýpra á þessum svæðum til að komast í hærri hita sem verður nægilega hár til að hafa nægilega háa nýtni til þess að þetta fara að borga sig fyrir okkur. Og á því dýpi mögulega ekki þessi lekt. Þannig að það sem við gætum þurft að gera á þessum svæðum einhvers konar endurbætt jarðhitakerfi, eins og við sjáum á hægra myndin, stólin úr myndaklærum ETP3. En það sem þá horft til þar að vera bæði að vera í rauninni með hringrásakerfi. Og ef við gerum það, þá getum við dælum við eitthvað niður og námi vinnsla og hita upp með þessar niðurdælingu. Þannig við dælum niður og sækjum vökvann aftur í næstu holu. Og það mikill meðbyr með þessu núna, til dæmis í Bandaríkjunum. Og þar erum við að sjá, graf sem sýnir annars vegar bara kapital, þannig hér verið að fjárfesta í nýjum fyrirtækjum eða í auka fjármögnun í fyrirtækjum sem eru til í jarðvarma, og við sjáum að þetta bara að fara upp í Bandaríkjunum og við sjáum þessar tilraunahólur þar sem þau eru að reyna að læra á sinn jarðvarma hvernig þau geta borað alltaf ódýrar hólur. Þau sjá það að eftir sem þau bora meira þá læra þau meira og kostnaði fyrir niður. Og þetta nú mögulega eitthvað sem getur hjálpað okkur. Þannig erum við komið með miklu fleira fólk sem líka að skoða það sama og við erum að gera, skoða frá öðru sjónarhorni með annan bakgrunn og mögulega margt í þessu sem að þau eru að byggja upp þekkingu sem við getum nýtt okkur á þessu svæðum sem við höfum ekki verið að nýta fram að þessu. Og það sem jákvætt í rauninni við þetta, þessi endurbættu jarðhitakerfi, það er fyrir sjáanleiki. Þannig þessi auðlinda áhætta sem við þekkjum í borunum, þegar við borum og við erum að setja fullt af peningum í einhverja borholu og svo kannski bara mögulega kemur ekkert út úr henni. Hérna erum við þá í rauninni að lækka auðlinda áhættuna, þar sem við þurfum ekki náttúrulegt, heldur getum búið til legt. Þarf ekki sjálfrensli, þannig að við erum að dæla í gegnum þetta, þá auðveldar það líka rekstur á virkjunum, þar sem að hólur þurfa ekki að drífa inn á veitu, heldur bara við dælum þeim bara inn á veitu. Og það sem að ég held að sé mjög jákvætt fyrir jarðhitaiðnaðinn, það bara að þetta verði stærri iðnaður, að þá verða hlutir ódýrari. Og það mikill meðbyr líka í Bandaríkjunum með því sem kallað superhot EGS, sem bara nákvæmlega þetta, nema þar verið að horfa aftur til þess að nýtnin miklu betri eftir þess að við náum í hærri hita.
Þannig hér er verið að horfa bara að bora mögulega 10 kilometra niður og sækja bara alvöru hita á köldum svæðum. Og það er í rauninni sömu jákvæða kostir þar eins og í venjulegu EGS, en bætist bara við að þetta er miklu, miklu heitara. Og þar hefur verið núna unni mikil vinna hjá svona einingu sem heitir Clean Air Task Force, og þetta er svona lobbyista, græn orku lobbyista gengi, og þau eru búin að vera að fá fullt af fólki í lið með sér til að athuga, ok, er þetta raunhæfur kostur fyrir skalanlega lausn á svona heimsmælikvarða? Er þetta eitthvað sem að gæti gert jarðhita að einhverju númeri sem að kemst inn á gröfin í orkuframleiðslu á heimsvísu? Og þeirra niðurstaða í rauninni er að þau þurfa, ef þau ætla að nýta jarðhita, þá þurfa þau þróa tækni þar sem þau geta farið í það sem kallar superhot, sem er þá eitthvað sem er yfir 350 eða 370 gráðum, og þau þurfa að komast í þetta í rauninni hvar sem er, því annars er þetta ekki skalanlegt. Annars er þetta alltaf þessi 5 eða 10%, þetta er ekki þessi 2-földun eða þessi 8-földun, eða fara að tikka inn í það. Og þeirra niðurstaða líka að áskorunin í rauninni til þess að komast í þetta, að þá þurfum að geta borað dýpra, og við þurfum að í rauninni leysa mannvirkin, borholu mannvirkin. Það er verkefnið. Því að auðlindavingillinn er eiginlega bara komin út. Það er bara superhot everywhere, við bara borum nógu djúpt. Og þau eru búin að vera svo duglegir í þessu lobbyisma að núna er ARPA, sem er svona eins og DARPA er fyrir varnariðnaðinn, þá er ARPA það er svoleiðis fyrir orku í Bandaríkjunum, og þannig að þau eru farin að dæla út, eða byrja að dæla út styrkjum til þess að þróa tækni fyrir svona nýjar borholur og nýja tegundar af boranir. Og þar eru þau að fá fólk með sig sem hafi verið í kjarnorkuiðnaðinum, að hanna eitthvað sem þolir mjög háan hita, varnariðnaðinum, ég var á ráðstefnu hjá þeim daginn, þar sem var fólk sem hafi verið að hanna hitamæla sem fara framan á eldflauga eða sprengju odda. Þannig að þau eru að fá alls konar fólk í lið með sér til þess að leysa þessi vandamál sem við stöndum öll frammi fyrir. Í Nýja-Sjálandi, þá eru þau líka að skoða þetta. Þau eru komin aðeins styttra, en eru komin í raun og það stig að þau eru búin að samfara yfirvöld að þau vilja fara í djúpboranir, fara í superhot, en eru í rauninni bara svona rétt byrjuð að skoða auðlindina og komið með svona yfirliti við það hvar þau gætu borað í superhit í Nýja-Sjálandi. Japan er líka með prógram, ég var ekki með glæru fyrir það, en þau eru líka að skoða þetta. Þannig hvað þýðir þetta fyrir Ísland? Náttúrulega það sem er í gangi og hefur verið í gangi síðan í EDTB 1, það þessar ofurheitu vinnslu og rannsóknarholur. Og við höfum náttúrulega fengið mikið lærdóm úr bæði EDTB 1 og EDTB 2, nú er EDTB 3 í undirbúningi. En það er spurning, ef við horfum svona heimsvísu, þá er þetta aftur 5%. Það eru bara ekki það margir staðir þar sem við getum borað til þess að grund bara við hliðin á kviku og fengið þennan superhita bara beint upp úr jörðinni. En þetta er samt okkar veruleiki og auðvitað vel þess verið að skoða fyrir okkur sem að búum svona vel eins og við sjáum hérna hægra megin. En það eru sömu áskoranir með borholum, mannvirki og jarðhitavökva, og þar getum við lært af þessum erlendu verkefnum. Þannig að það er spennandi að sjá hvað er í þróun þar sem við getum mögulega nýtt okkur. En ef við erum að horfa til lengri tíma og viljum leysa þetta tvöföldunarvandamál, að þá held ég, og að jarðhiti spila einhverja rullu þar inn í, að þá held ég að þessi mynd hérna sé mögulega gott leiðarljós. Það er bara hvernig getum við unnið allan en að hita sem er í öllu þessu rúmmáli í gosbeltinu, sem er ekki bara þessar litlu doppur þar sem eldfjöllin eru. Og þar er mögulega
getum við hort til vera með pumpur eða dælur og tvívökvakerfi. Nú hlæja allir verkfræðingarnir að mér. Þá verða mögulega minni vandræði með jarðhitavökva, mögulega, kannski ekki. Við getum verið með grynnri hólur ef við ætlum ekki alveg ofurheitt en samt mjög heitt. Þannig einhvers konar millistig mögulega, milli EDTP2 og lághitahólna, einhvers staðar þar á milli í gosbeltinu. Við þurfum ekki lekt, þannig það er minni auðlindaáhætta. Við erum með fólk með okkur í liði, erlendis. Þetta er ekki ennþá uppselt og mögulega verður hérna minni vandamál með efnismál og hóluhönnun heldur en ef við förum í þennan erfiða vökva sem að koma upp úr ofurheitu hólunum okkar. Og svo getur þetta líka mögulega hjálpa okkur með hitafeitunar. Þetta dýrt? Af því að akkur erum við ekki að þessu núna? Það væntanlega því að við höfum ódýrari kosti. Þetta dýrt? Ég ætla bara að minna á þetta. Það er ekki sama megawatt og megawatt. Þannig ef við náum að gera þetta, þá má þetta vera dýrara heldur en vindorka. Og þetta er stöðuorka með létt umhverfisspor. Þannig að bara til að loka þessu, þá held ég, og bara frábært að koma eftir þessum peppandi erindum hérna áðan, þar sem við sáum hvað við höfum í rauninni verið í þessu lengi. Að bara það koma ný vandamál, það koma ný verkefni, ný tækifæri, við bara göngum í þau og við leysum þau. Og á Íslandi er grund á hita og það gerir okkur að frábærum stað fyrir prófanir. Þetta er staður þar sem við getum gert það sem kallar fail cheap. Þannig ef við ætlum að gera einhverja prófanir sem ekki virka, þá er gott að gera það sem það er ódýrt. Þannig við getum fengið erlenda aðila til okkur sem eru með peninga til að þróa hluti, til að vinna í þessu með okkur. En líka í framhaldinu, þá getum við okkar superhot er miklu næri yfirborði heldur en annar staðar. Þannig hér er tækifæri fyrir Ísland til að vera samkeppnishæft, sem kannski á auðveldri hátt en til dæmis í sólarorku. Og ég myndi segja að þetta er tækifæri fyrir orkufyrirtækin og þjóðina, að því að Íslandi vantar mikla umhverfisvæna stöðu og hagkvæma orku, helst hratt. Og þetta er líka tækifæri fyrir þjónustufyrirtækin eins og við vorum að sjá Verkís og fleiri fyrirtæki sem er að vinna með orkuiðnaðinum í þessu öllu saman. Hvort sem það er í jarðhitaleit, borunum, hóluhönnum, hólumælingum, virkjanahönnun, allt þetta sem þarf að gera, að það þarf að gera það erlendis líka. Þannig að við þróum tæknina hér, að þá getum við verið áfram leiðandi í jarðhita. Takk. Þakka kærlega fyrir Vala og þetta er endalaust áhugavert og við vitum að það var þarna KMT sem var kannski hugum einhverja hérna inni ekki alveg nógu skýrt en það er Krafla magma test sem er stórt verkefni sem að margir aðalar eru að leggja grunninn að og mjög áhugavert. Núna ætlum við bara að taka örstutt kaffihlé og pissupásu og vera bara komin aftur hingað svona eftir 10 mínútur sirka. Ég hóa bara í ykkur en við ætlum að reyna að halda tímaplanið. Takk.
gamli maður. Já, já. Svo segir hann, svo kom einn, ég var að grúk, sko, hérna Outlook geymir hann, og svo kom einn, ertu nokkuð orðið leiður á mér? Gaman að sjá þig, vinur. Stafangri, það fyrstu 2 árin og með að vera masteri og svona. Frá 2009 þá var ekki vinnu í Stafangri. Konan var svona aðeins svona fram og tilbaka. Ekki spanaðar á vel, sjóði. Og blessaði að frændi, flottur á hundinu hjá þér. Það varst í ljófur? Nei, bara horfa í streym. Auðvitað. Fyrst bara, stóri sigur. Þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið. Já, það. Mjög skaman sko að hafa alltaf þetta 4 fórskurmyndir saman sko. Allt sem lokuður í mig. Það var að flott yfir til. Hvað segir þið? Já, ég sammála. Þetta er alltaf búið að vera stórbrotin þróun síðan að þú varst með þetta. Ég veit. Rétt áður á þjóðvöldum það var mér vinna mín og áður kemur fangað. Það var sundi. Ég er gamli maður hérna einhvers staðar. Já, maður að sjá þig, kallið minn. Þú ert ekki með boxið? Nei. Þú ert að henda því. I was doing a thesis, but it wasn't with... Ég vissi einmitt að þú ert alveg opnið með öðru íslensku I'm taking a full course. No pressure. Do you know what they said now, Howie, yesterday? They said, oh, you need to sign up for the courses next term. So I looked at them, and they've gone that distance. They haven't even had the capacity to tell us that they're not going to be doing a distance BA next year. Yeah. So I don't know what I'm going to do. I've never been able to do the distance. Við erum með stafangir tengja hérna. Þetta var nota því sem hægt að segja hérna bara minna það á fund á þriðjudaginn klukkan 3 í húsi verkfræðinga. Þar mætir félagsskapur til aðalfundar sem þú ert félagi í. Já. Með pósti. Aðalfundur orkusinnandi. Þú byrjar líka.
Sá félagsskapur heldur alltaf hópum? Já. Það er 60 félagar. Já. Meðal annars þessi ágæti maður. Já. Það er einnig að nýja. Já, hann þekkti mig. Það var sett út ekki. Minnst af í fundinu á Hvað er Júlíus? Er hann á Flórída bara? Allir í einhverju klassu þarna. Er hann ekki að hjálpa einu öðru sem það? Já, bara þetta má koma sinni. Ég er þessi ungi drengur sem á flutti næsta erindið. Hann átti afa sem var yfir vestan með mér hér Dingu Guðmundsson sá rafmagnsöryggismaður. Nei, hann var rafvirki. Þá segir maður, það er eins og gerst þau í gær. Eða heilsar Er minn fremsti maður, elskulegur, gott að sjá þig. Gaman að hitta alla hér maður. Get ekki að trufla ykkur? Það er það að sko að við erum að byrja að bóla fyrsta hólum. Það er mikið eftir að sjá. Fyrsta mann, segja maður að við hitt. Það var endilega, það er bara gaman að hitta.
ekki? Ég ætla að óska það mikið með afmæli og þakka fyrir gamla árin. Gaman að heyra bara hvað þeir eru að hugsa. Kenna, maður þarf að geta sagt unga fólkinu hvað er í gangi. Það síðast bara með teknikræðingar í áskóla. Í Sviss að kenna, svo haustum þá verið ég kenna 10 vikur í Háskóla Íslands. Þið reyna að halda mig þannig? Já, ég bara takk. En hát og svöld. Af því að það er aldrei talað um þetta, skilur. Það er alltaf talað um þetta. Já, sækja þetta. Núna er það mikið þetta með þetta closed loop, skilur. Það var rör, bara maður hefur þessi mannskipti. Það er svona reiknast að það er að draga í gegnum farmaleiðinni. Þá er hálfleiknum lokið og seinni hálfleikurinn að hefjast. Til okkar er kominn Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra sem ætlar að vera með okkur hér í pallborðið á eftir. Velkomin. Við ætlum núna að hlusta á 2 erindi. Það eru síðustu 2 erindin í þessari fyrirlestra röð og fyrra erindið, það er Jón Ásgeirsson, framkvæmdastjóri stefnumótunar, framfara og auðlindagarðsins hjá okkur í Hásorku og Jón ætlar að fara víðan völl en ræða til dæmis mikilvægi þess að fá samfélagslegt samþykki fyrir rekstri og framkvæmdum, ekki bara í okkar geira heldur bara almennt og yfirleitt. Einnig ætlar hann að fjalla hans losun koldíoxíðs frá jarðvarma sem er vaxandi stækkandi verkefni sem við þurfum að taka föstum tökum og einnig ætlar hann svona aðeins að fjalla það hvernig blanda fyrirtækja í opinberri eigu og einkaeigu á ýmsum sviðum getur verið til góðs því að einkageiranum fylgja ýmislegt og ýmis atriði sem hið opinbera getur hæglega tekið sér til fyrirmyndar og við fáum örugglega góða sýn á það hér. En þá gef ég orðið Jóni Ásgeirssyni, gjörðu svo vel. Ráðherra og aðrir gestir. Það er kannski ágætt að taka fram að titillinn minn er framkvæmdastjóri stefnumótunar, stöðugra framfara og auðlindagarðs. Það er svona með, eftir því sem titillinn lengri þeim með ómerkilegri starfið, sagði einhver. Og það var einhver, ég held að sé einn í salnum, sem hann sagði, já, get ég fengið að tala við framkvæmdastjóra ævarandi betrunar. Já, þess að ég hugsaði einhver gruni hvernig ég muni svara þessari spurningu. Við skulum aðeins að skoða hvað við erum að gera og við langar til að útskýra af hverju einkarekstur fer saman við sjálfbærni og samfélagsábyrgð. En ef við byrjum á bara grunninum, þetta sem þið vitið nú kannski mörg, að jarðvarmi er ekki bara heitt vatn og rafmagn, heldur eru ýmsir auðlindastraumur sem auðlindin skilar. Og sem dæmi má náttúrulega taka jarðsjóinn sem Bláa lónið nýtir sér og það er örugglega best þekkti straumurinn og svo annar straumur sem við getum minnst á sem er ylsjórinn sem er heitur, hreinn sjór sem fiskeldið er að nota. Síðan er ágætt að rifja upp samhengið sem við stundum gleymum á Íslandi að ef við skoðum losun koldíoxíðs ígilda á orkueiningu og eingöngu rafmagn þá er framleiðsla úr kolum eins og við vitum mjög slæm, 800 grömm á kilowattstund
Jarðgas það skásta á jarðefnaeldsneytunum kringu 500 og meðaltalið í Evrópusambandinu sem fer nú raunar hríðlækkandi, en það var í kringu 200 árið 2023, þar sem við erum þá með öll kjarnorkuverin, vindmyllurnar og sólarcellurnar. Við losum mest allra orku frá fyrirtækja á Íslandi, losum í kringu 70 grömm per kílóvattstund ef við værum bara að framleiða rafmagn. En við erum ekki bara í rafmagnsframleiðslu, við erum sem sagt líka að framleiða heitt vatn fyrir hitaveitu. Við erum sem sagt í 44 grömmum á kílóvattstund ef við skoðum þetta þannig. Og þarna eigum við bara að vera. Við eigum ekki að vera verri en þetta. Þetta er okkar kjarnastarfsemi, þannig að þetta er svona, við eigum ekki að berja okkur sérstaklega á brjóst og við séum að ná 44 grömmum á kílóvattstund. En síðan fara áhugaverðir hlutir að gerast. Höfum verið að selja í beintengingu varma sem ekki hefur nýst í hitaveitu, sem þá Bláa lónið augljóslega sem er hérna langfrægast, sem nýtir frá okkur jarðsjó. En við erum líka með haustaþurrkundafyrirtækin sem Yngvi talaði Haustak og Laugafisk og fiskeldisfyrirtæki Stolt sem tekur ilsjó, og það veldur því að við losum ekki nema 25 grömm á kílóvattstund. Og þetta skiptir svolítið máli að vera komin að ná þessum árangri með þessari beinu notkun varma sem ekki nýtist í hitaveitu. Og við erum ekki hægt, við viljum halda áfram, bæta nýtnina, fara í rafeldsneytisverkefni og þess háttar, þannig að við höfum verkefni á tekniborðinu sem vonandi raungerast sem ætti að koma okkur niður fyrir 20. En eins og við munið að það var eldgos, og eins og við búið að tala vel að það var aukin losun í holunum okkar. Kvikan sem er á kreiki, hún losar gas, leitar upp á yfirborðið og finnur sér leið í gegnum borðlutnur okkar. Og sem við munum gefa upp 10 grömmum meira á kílóvattstund eða Ísland mun gefa upp 10 grömmum aukna losun, kringum 40.000 tonn aukalega í samfélagslosun eftir næsta ár, eftir seinasta ár. Og þetta veldur því að okkar losun hækkar upp í 35 grömm per kílóvattstund. En ef við skoðum aftur svæðið á Reykjanes, í kringu Reykjanesvirkjun, Yngvi sýndi svipaða mynd á þann og ég held að við séum öll kannski að ég mun komið alveg nóg að myndum af loftmyndum frá Svartsengi, varnargarðar og hraun og þess háttar, þó það sé nú raunar alltaf svolítið spennandi. En þarna er allt mjög rólegt með Svartsengi, en það er samt búið að vera þarna hausaþurrkunin, eins og ég var að segja ykkur frá. Stolt að nýta ylsjóinn og þar eru 2 fyrirtæki að hasla sig völl líka. Það er hið norrlenska styrjufélag og Sæbíli sem framleiðir sægeri, og það kom út sérblað með viðskiptablaðinu í vikunni og það voru, ég taldi að minnst einhverstu 3 greinar, eiginlega 4 greinar eða jafnvel 5 sem tengjast verkefnunum sem eru núna komin út í Reykjanes. Og svo má að sjálfsög ekki gleyma verkefni Samherja sem er risastórt hinum megin við orkuverið sem að Jón Kjartan mun segja okkur frá eftir. Það er sem sagt, úti á Reykjanesi að myndast klasi lageraldisfyrirtækja sem mun örugglega lifa nokkuð sjálfstæðu lífi þegar fram líða stundir. Og þetta eru allt einkafyrirtæki, við skulum bara taka það fram. Auðlindagarðurinn sem sagt í fullu fjöri. Við erum með Reykjanesvirkjun sem að afhenda þessa strauma til annars vegar matvælaframleiðslu og hins vegar til fiskeldisins. En svo erum við með þessi rafeldsneytisverkefni og það vill þannig til að fulltrúar frá Swiss Green Gas eru bara hjá okkur salnum bara fyrir tilviljun, þeir eru í fundatörnum á Íslandi. Þeir stefna að því að taka frá okkur þá rafmagn, gas úr borholum og vatn, framleiða vetni og rafeldsneyti, metanól, sama efni og CRI framleiðir. Og þetta opnar þá möguleikan á afhendingu aukaafurðanna, sérstaklega súrefni til fiskeldisins, en líka möguleika á að höndla þá annan úrgang sem verður til á svæðinu. Þannig að það er mjög spennandi verkefni í gangi. Þið hafið svo sem heyrt okkur segja frá þessu áður og það kemur mér alltaf á hvað tekur langa tíma að þróa verkefni, en þau vilja oft tefjast, en þetta er allt í fullum gangi og mun vonandi raungerast.
En það er eitt orð sem það hafi ekki heyrt okkur nota mikið, það er orðið grænn inngarður. Þó að það tali margir græna inngarða, þá höfum við ekki notað þetta orð mikið og það er kannski ástæðan ekki síst svo að það er fólk úr sjálfbærniteymi Háskólaorku í salnum. Það er fólk sem tekur orð mjög alvarlega og það er leitt að Finni Sveinsheim sem er mikill brautriðandi í sjálfbærnivottunum á Íslandi. Hann byggði fyrsta svansvottaða húsi fyrir sjálfan sig, þar að ekki. Og þetta fólk leggur ekki orðið grænn við hégóma, þessum að segja. Það er, en það verður að segja að ef einhver inngarður á Íslandi geti kallast grænn, þá er það eiginlega svæðið kringum Reykjanesvirkjun. Þannig að við hjá Háskólaorku erum núna á þeirri vegferð að segja söguna rétt, þannig að það sé óumdeilt að við séum sjálfbært fyrirtæki. Og við höfum gengið í gegnum græna fjármögnun og fengum rýni frá Cicero í tengslu við það. Við höfum frá 2021 fylgt GRI-stöðlum fyrir sjálfbærni upplýsingar sem gerir ráð fyrir mun umfangsmeiri upplýsingagjöf heldur en íslensk lög gerir ráð fyrir, eða krefjast. Og eigendur okkar hafa farið fram á að útfærum ítarlegt loftslagsáhættumat á rekstrinum í sambandi við tilmæli TCFD sem er Task Force on Climate Related Financial Disclosures sem nú er runnið inn í ESRS. Og við erum eðlilega lítið til þess að uppfylla flokkunarreglugerð Evrópusambandsins og CSRD-krafna. Og það sem við erum að rannsaka núna er hvort að í verkefni sem er leitt af samtökum sveitarfélaga á Suðurnesjum, hvort að það sem við erum að læra, það sem við hjá Háskólaorku erum að kynnast, hvort að við getum nota þessa staðla, þessa reglur einhvern veginn til þess að skilgreina og segja söguna rétt þetta samfélag fyrirtækjanna. Þannig að við getum í raun og veru sagt að við séum græn. Það er ekki hægt að ætlast til þess að hvert fyrirtæki taki upp alla þessa staðla. Það er mikill kostnaður sem getur fallist í því, en sem samfélaga þá hljótum við að geta fundið einhverja leið til þess að sýna og sanna það að við séum í raun græn og þá má ég kannski nota orðið grænn inngarður fyrir sjálfbærnitímann okkar. Að sjálfsögðu þá er ýmislegt að breytast til einföldunar í Evrópusambandinu með omnibusunum, en í augum hluthafa okkar og okkar þar af leiðandi það bitamunurinn ekki fjár. Hluthafarnir vita það að öll fyrirtæki þurfa leyfi samfélagsins til að starfa og okkur er sagt það mjög skýrt. Og það er ekki síst einkafyrirtæki sem eru oft undir rýni. Og þetta leyfi er í raun óáþreifanlegt, en ein af leiðunum til þess er meðal annars ítarleg og heiðarleg upplýsingagjöf. Og það er kannski líka ágætt að tala þann styrk sem við höfum af okkar hluthöfum. Þetta er fólkið sem að segja okkur þetta og ég ætla að langa bara að segja ykkur frá hvaða fólk situr í stjórn Háskólaorku. Það eru 2 fyrirtæki sem fara með hlutin í Háskólaorku, hvort fyrir sig á helming. Ankala Partners sem er í London, innviðafjárfestingarsjóði og svo er það Íslensku jarðvarmi sem er í eigu 14 íslenskra lífeyrissjóða. Adrian Pike, hann er stjórnarformaður Háskólaorku. Hann er Breti sem hefur yfir 30 ára fjölbreytta reynslu í orkuveitugerðinni. Hann hefur þegar gengið í gegnum og leitt fjölbreytt fyrirtæki í gegnum þróun sem svipar til þess að við erum nú að eiga, sem er að eiga sér stað á Íslandi. Og það er ómyndanlegt að geta leitað í reynslubankan hjá honum. Bjarni Þórður, sem er nú hérna í stafnum, hann hefur áratuga reynslu úr íslensku banku og fjármálumhverfi og hefur veitt mörgum íslenskum erlendum fjárfestum ráðgjöf í rekstri, kaupum og sölu á fyrirtækjum og hlutafjársöfnun. Hann gjörþekkir íslensku umhverfi og það er dýrmætt fyrir okkur. Síðan er það Heike, hún er þýsk, hún hefur líka með hókinarreynslu úr orku veitumálum. Nú er hún aðstoðarforstjóri söludeildar fyrir Afríku hjá Voigt Hydro Holding. Og hennar reynsla af stórum fjárfestingarverkunum er ómetanleg fyrir fyrirtæki eins og okkur sem er að gangi gegnum öll þessi stóru verkefni sem við höfum verið að gera á seinustu árum, sem við erum í og sem við sjáum fram undan. Síðan er það Margrét Ormslev. Hún heitir Magga, bara svo að við segjum Magga hana og þið vitið skiljið af hverju og eftir, ég er að taka það fram. En hún er sem sagt þekkir nýsköpun frá flestum hliðum, bæði sem stjórnandi hjá CRI, en líka sem fulltrúi fjárfestaráðgjafa og nú sem rekstrarstjóri hjá Transition Labs og hún þekkir því loftslagsmál og orkuskiptaverkefni eins og lóðan á sér. Og svo er það varastjórnendur, Greta, ekki Magga, þetta er mikilvægt. Og hún hefur líka langa reynslu úr fjármálageiranum, framkvæmdastjóri jarðvarma
og síðan það Olli Mononen sem starfsmaður Ankala og er þá varamaður í stjórn. Þar fyrir utan getum við svo stuðst oft við aðstoðar við starfsfólk hluthafa okkar, það fer eftir hvaða málefni við erum að fást við. Eins og þið sjáið þá valin manneski í hverju rúmi og það engin pólitík eða óljós markmið, það eru eðlilega að gera mikla kröfur til okkar og það snúast ekki síst það að HS Orka starfi í sátt við samfélag umhverfi og annað kemur einfaldlega ekki til greina. Síðan þegar maður veltir fyrir sig hvað það sem, og það svolítið sérstakt fyrir okkur sem höfum kannski alveg allan okkar aldur í einkageiranum að hugsa hvað það sem einkageirin hefur fært þegar kemur að samfélagsábyrgð og sjálfbærni. Og ef við höldum okkur við orkugeirann þá kannski það ágætt að velta því fyrir sér að flest vindorkuverkefni á Íslandi eru þau á vegum einkaaðila og ekki síst erlendra. Og það engin sátt við vitum það engin sátt vind, en við hljótum að vera sammála það skiptir miklu máli að við sem samfélag byggjum upp þekkingu á vindi og vindorkukostum og því sem þarf að hafa í huga í leyfisveitingaferlinu. Og auðvitað hafa opinbera aðilar gert mikið í þessu, en það má ekki gleyma því að þessir einkaaðilar hafa fjárfest fyrir milljarða í vindorkuverkefnum nú þegar. Og ég myndi slá að það sé svona kringu 5 milljarða sem hafa farið sem þessi fyrirtæki hafa fjárfest. Og þessir aðilar hafa í raun fjármagna stóran hluta af þekkingaruppbyggingu samfélagsins og stofnana þess á vindorkukostum yfir höfuð í landinu. Og þetta þolinmótt áhættufjármagn, það ekkert á vísan að róa í þessu. Annað atriði sem kannski vert að minnast á, það eru öryggismál. Það er varla hægt að ímynda sér mikilvægra samfélagsmál, heldur en að fólk komi heilt heim úr vinnu. Og það ekki síst einkafyrirtæki sem hafa lyft grettistaki á þessu sviði. Og við getum öll verið stolt af því hvað sem sjávarútvegur hefur gert á seinustu árum og álfyrirtækin hafa flutt inn gríðarlega þekkingu og reynslu í öryggismálum sem hríslast um samfélagið. Og við hjá HS Orku erum að læra eins fljótt og vel og við mögulega getum á þessum geirum. Svo má minnast á framlag sem kannski ekki vel þekkt, en gamli vinnustöður Ísal, álverið í Straumsvík, að það eru áratugir síðan eldri starfsmönnum yfir 60 búið að fara á taka hlutastarf og fyrirtæki viðheldur lífeyrisréttindum þeirra. Og þeir geta farið á flýtt starfslok og fyrirtækið passar upp á að lífeyrisréttindi sé haldið. Þannig að það ákveðin nýsköpun á þessu sviði líka sem einkageirinn færir okkur. En sem sagt að einkarekstur á erindi í orkugeiranum okkar mati. Það þolinmótt fjármagn, það áhættufjármagn sem þarf, sérstaklega þegar við erum að fást núna við stórar áskoranir, prófa nýja orkugjafa, rafeldsneyti framleiðslu og þess að það nýsköpun og ekki bara tæknilega, heldur líka í alls konar öðrum lausnum. Þetta eykur samkeppnishæfni, að sjálfsögðu geta opinber fyrirtæki líka náð niður kostnaði og bætt verð, en við erum ekki bara að keppa í verði, við erum að keppa í sjálfbærni í raun og veru. Þannig að og einkageirinn ef einhver þarf að standa sig í því þá það einkageirinn. Og það ekkert óeðlilegt þó að einkageirinn þurfi að standa fyrir máli sínu. Einkageirinn á að geta verið með aðeins sveigjanlegri og lífburði heldur opinber geirinn. Og sérstaklega ef við hleypum erlendum aðilum inn til landsins þá færa þeir gríðarlega þekkingu og reynslu. Og það ekki tilviljun að það eru aðalega erlendir aðilar sem eru að vinna í vindorkuverum á Íslandi í dag. Sem sagt, svarið sem við öll reiknuðum með, að það það að sjálfbærni, samfélagsábyrgð og einkarekstur fari alvöru saman á okkar mati. Takk fyrir. Takk, Jón. Það sló þögn á hópinn þegar þú hættir og ég var að spáði hvort þú hefði sjokkar eða eitthvað, en þetta var ljómandi gott. Þá komið að síðasta fyrirlestrinum okkar í dag áður en við vindum okkur síðan í pallborðið okkar góða hér á eftir og það voru nafnarnir Jón og Jón sem fengu það hlutverk að hnýta endanútin hér á. Jón Kjartan Jónsson, framkvæmdastjóri fiskeldis Samherja, hann leiðir þetta stórhuga verkefni og framkvæmdir eru þegar hafnar á besta stað í bakgarðinum hjá okkur við Reykjanesvirkjun og það verður mjög spennandi að fylgjast með þessari miklu uppbyggingu sem verður mikilvægt púsl í hringrásarhagkerfi auðlindagarðsins. Gjörðu svo vel, Jón Kjartan.
Takk fyrir að bjóða mér til hamingju með afmælið og ráðherra. Bara, ég var að reyna að telja hérna, ótrúlega að sjá hvað margir hafa áhuga á að sitja á föstudegi klukkan 3 og hlusta á orkumál á Íslandi. Ég er bara impressed, komandi úr aðeins öðru umhverfi. Ég skal reyna að vera ekki rosalega allavega lágar og ekki rosalega lengi. Ég gerum mig grein fyrir að þetta er komin langur dagur. En ég ætla að reyna að segja ykkur aðeins frá hvað við erum að fara að gera á Reykjanesi og hvað við erum að koma. Og hérna, ég get bara, því að mér finnst nú Jón vera pínu inn í sig, nafnu minni hérna einkagera og orku og svona. Við getum sagt, ég er búinn að vera viðskiptavinur HS Orku í 25 ár og var nú eitthvað að rifja þetta upp hérna, ég veit ekki hvort Friðrik er hérna, en ef hann er ekki, þá getur hann alltaf ekki leiðrétta að hann er á skíðum, hann er líka góður á skíðum, að þegar að hérna, nýju raforkulögin komu, sem að kannski fáir mun eftir, það var hræðilegu tími og allt í einu tvöfaldaðist raforku í Íslandi út af kerfisbreytingum, þá á fyrsta árinu voru 3 fyrirtækja í maður rétt, við skulum segja 3 til 5 sem skiptu raforkusala og ég tók þátt í að vera einn af þeim og fara til HS Orku með alla okkar raforkukaup og búin að vera þar síðan og mjög ánægður og ég get alveg sagt að það skipti máli að fólk horfi á stóru myndina, sé í víðara samhengi og sé að reyta að lausna, ekki bara að segja viðskiptavinunum hvað hann á að gera, heldur erum við saman að reyna að búa eitthvað til sem að báði geta að lifa við. Þannig að ég hef allan að góða reynslu af þessu og fannst hann vera hóvar í að monta sig hérna. En aðeins bara samherja fiskeldi, að þetta er bara fyrirtæki í fiskeldi á landi, við erum búin að vera mjög umfangsmikill aðili í landeldi í mörg ár, bæði á heimsvísu og íslenska vísu. Við erum að reka 2 stöðvar á Reykjanesi, í Vatnsleysi og Grindavík og eina í Öxarfirði í Silfurstjörnunni. Og við erum að velta svona undanfarin ár 4,5–5 milljörðum með efnahag upp á 12 milljarða, 120 manns í vinnu og erum á síðustu 14 árum búin að framleiða 60.000 tonn af fiski sem er mjög mikið af fiski og getur kannski svona í einföldu myndin er það væntanlega 50 milljarðar. Raforka er auðvitað einn af okkar stóru hráefni, ég kem aðeins inn á það eftir, en bara af hverju erum við í fiskeldi? Við erum náttúrulega bara í fiskeldi af því við trúum því að hollur matur haldi áfram að vaxa, við trúum því að við séum að gera hluti, að framleiða frábæra vöru með litlum tilkostnaði fyrir náttúruna og það er í raun og veru sama hvar og ber niður, ef þú skoðar bara fisk, ekki lax eða bleikju sem ég er að framleiða, heldur bara fiskur sem er framleiddur, hann er með lágt kolefnisspor miðað við alla aðra matvöru sem við erum að borða úr dýrarækinu og hann er líka að nýta fóðrið sitt betur en allar aðrar lífverur sem við erum að borða úr svona stóra dýraríkinu, við tökum frá einhverja þörunga og slíkt. Það er svo margt sem er nauðsynlegt og ég svona kannski, og það er kannski ástæða fyrir að maður reynir að skilja orkusalan sinn, að maður er rosalega háður orku og orkuauðlindum og við þurfum raforku og við þurfum vatn og við þurfum varmaorku. Það er alveg sama hvernig við náum í hana, við þurfum hana. Það er ekki í sjónum á Íslandi sá varmi sem þarf til að vera með hagkvæmt fiskeldi. Þess vegna er allar stöðvarnar á þessum jarðhræringastöðum eftir beltinu Ísland til þess að geta nýtt sér þennan jarðhita. Við þurfum líka súrefni, fóður og fólk og svo eina sem við tökum inn fyrir utan það er þá auðvitað hrogn. Hérna sjáum við bara aðeins hvað við erum að fara að gera. Jón sýndi svona aðra mynd af þessu, þetta er þá aðeins búið að þrívíta varpa þessu þarna og taka þakið af fremstu byggingunni, en í öðru leyti þessi bygging er rosa svipuð í stærðargráðu á álver. Þetta er 400 metra langt hús, þannig að þegar ég keyri fram hjá Straumsvík þá getið við hugsað að við erum að fara að byggja svona skála, bara aðeins fallegri, vonandi. Það er allan að markmiði. Þannig að þetta eru stórar framkvæmdir og nota mikið af sjó og rafmagni og við erum að tala að byrja að framleiða 12.000 tonn í fyrsta áfanga og gera svo í 2 áfangum upp í 36.000 tonna framleiðslu. Til samanburðar í dag allt fiskeldi á Íslandi, sjó og landi er undir 50.000 tonnum, væntanlega einhvers staðar 40.000. Þannig að þetta eru stóra tölur, tekjurnar væntanlega af þessu þá 40 milljarðar. Við höfum verið
í þessu mjög lengi, annars að fiskeldi hins vegar hann þetta. Við erum búin að 4 ára að komast í þessa mynd hérna og þetta er 12-14 layoutið og þannig að þetta tekur tíma en það er svona kannski smá fullkomnar árátta en það er verið að reyna að hanna vinnustað fyrir fólk og gott umhverfi fyrir dýr, mikla sjálfvirkni og samkeppnishæfni. Vegna þess að það er rosa gaman á Íslandi að byggja en við ætlum að reka þetta líka í allan 50 ár. Hérna eru svona myndir sem gervigreindin teiknar að HS Orku þegar við, bankastrákarnir, segja hvernig þetta lítur út. Og þetta er kannski ekki alveg eins flott og hjá verkfræðingunum, en bara þið sjáu aðeins hvað við erum að fara að nota, það sést nú bara vel á myndinu og allt þetta er, á hverju erum við hérna, skilju. Við erum að taka hérna sjó, við getum tekið hann úr borholunum, þetta byggja á því sem HS Orka er búið að gera hérna síðan 2006 og sem við erum sjálfur að gera hinum með Reykjanesi með tæknir sem við ætlum að nota. Við erum að fara að taka hennan ilsjó sem núna fer út í hafið, 280 megawatt orku er að fara að renna hérna til okkar og við erum að breyta henni í fisk. Til samanburðar, öll önnur orka sem við erum að fara að nota hérna 20 megawatt orku. Þannig að menn átti sig á því að við ætlum að breyta þessum einhverju, ætlum að fá þessu 280 megawatt, þá þurfum við einhvern veginn að ná í þau öðruvísi, væntanlega þá með raforku eða hvaða trixum sem eru til. Þannig að þetta er stór orkustraumur sem er að fara núna til einskís að hluta til, sem við erum þá að fara að breyta í útflutningsverðmæti, sem að í raun og veru fyrir mér bara, þetta er svo heillandi, þeir eru svo heillir að sjá hérna supermodel hólurnar, ég man ekki alveg hvað hann sagði, ég vil ekki segja, hot, já, super hot, ég verð svo heillaður þegar ég sé hérna bara, ok, ég er búin að keyra 100 sinnum að HS Orku á síðustu 30 árum, horfa hann á straum og hugsa, djöfull var ég vittlaus að ráðast ekki á þetta, ég bara hafði ekki kjark. Svo þegar ég fór að spurja, þá var ennþá til. Þetta er algjörlega svona að gerast bara þegar við fórum að leita að stöðum og svona, fórum að ganga á alla staði á Íslandi sem við höfum áhuga á og segjum, ég veit þennan stað, þetta er besti staðurinn á Íslandi að mínu viti, en hann er bara taken. Hann var bara ekki taken. Og það er geggjað og við erum náttúrulega mjög sáttir við að því að hafa komið þessu saman, en svo er það annað sem að heillar mig mjög mikið og það er auðlindagarður og auðlindagarðar eru á Íslandi kannski oft svona eitthvað lítið og verður ekkert úr, þeir þurfa að vera stóri, þeir þurfa að vera stóri straumar og annars nennir enginn að setja upp fyrirtæki og reka í 50 ár og koma með erlenda skilji, það þarf að vera alvöru, þetta er bara alvöru fyrirtæki með 50 manns, 50 milljarða og fullt af framleiðslu, 40.000 tonn. Þá er hægt að gera eitthvað við afurðirnar, þá er hægt að kaupa einhverja strauma og bara ef við náum að gera, þeir fá rafefna eldsneytisverksmiðju eða metanól, þá er allt í einu bara verður til fullt af súrefni sem er hægt að ná í á hagkvæmu verði. Það er náttúrulega algjört vinn fyrir okkur að við erum að fara að nota 20.000 tonna súrefni. Við erum að fara að framleiða sjálfir eða fá það í samvinnu við einhvern sem er að framleiða eitthvað allt annað, annars færi súrefni væntanlega að hluta til bara út í lofti. Þetta er engin smá að þið er alltaf að tala um umhverfi og maður á alveg að passa sig að nota ekki hana plaströr. Þetta eru alvöru umhverfismál. Það er svona að taka orku sem við erum núna að þrös út í sjó og breyta inn í mat sem við ætlum að borða. Þetta er geggjað. Og þetta snýst það bara þessa hringrás, ég er bara að fara svo fram á mér, svo gaman. Við erum bara að taka inn einhverja auðlindastrauma sem að núna er að fara til að hita hafið, en við erum líka að búa til strauma sem við vonandi getum búið til auðlindir úr og erum auðvitað að tala við þá stór fyrirtæki sem hafa mikla þekkingu og reynslu af að gera svona hluti að því að straumurinn er svo stór, að það er hægt að fjárfesta inn í að reyna að búa eitthvað til. Og bara, það er búið að setja reglur á Íslandi hreinsun frárennslis. Ég er að sjálfsögðu ekki á móti reglum hreinsun frárennslis og er örugglega eini á Íslandi sem er búin að fjárfesta inn í að vera að gera það alla daga og er að bera það á samt í Öxarfirði. Þetta er samt gífurlegt verkefni að stærðargráðu sem enginn gerir sér grein fyrir, allavega, og það er engin lausn. Það er rosa fínt. Reglan er þarna, við hönnum þetta og við gerum þetta. Lausnin er ekki komin og ég tel að hún sé jafnvel lengra frá heldur maður óska sér. Þannig að þú getur gert eitthvað afurðum. Hvað ætlum við að gera við
8.000 tonn af þurrefni á Reykjanesi sem er hugsanlega áburður en samkvæmt lögum á Íslandi má ekki bera hann á tún og það í honum salt, þannig getur ekki borað mörg ár í röð. Það alls konar áskoranir í þessu, við finnum lykilinn að þessu, það alltaf frábært, en reglunar eru komnar, allir að byrja að fjárfesta inn í þetta, þá mun lausnin vonandi komast, en hún ekki í hendi. Ég er svona sem bara búin að segja þetta með rafeldsneytið, það bara burtséð frá því að fá aukaafurðir frá einhverjum öðrum sem þá sérhæfður í að gera það sem hann gerir og ég sérhæfður í að gera fisk, fá það í stöðu og með góðum gæðum. Hins vegar auðvitað sparast einhver orka í kerfinu, við erum ekki báðir að nota raforku til þess að búa til sömu afurðina, annar að blása út í loftið og hinn að framleiða hana 100 metra frá. Skiljið, það náttúrulega mega dæmi og ef við komum einhverju viti í þessar framleiðslu á úrgangi eða fiskimykju í eitthvað sem í besta falli kostar ekki 100 milljóna ári að eiga eða reka, þá það náttúrulega rosalega flott projekt og það á svona stöðum þar sem eru margir sem reyna að hugsa í einhverja átt að leysa mál og fjárfesta inn í þau saman sem gera það að þetta hægt og það mikið tala alls konar að við gerum bara salat úr þessu. Ég meina við getum bara framleitt salat bara fyrir allan heiminn og ekki nóg með það, heldur salt í skítnum sem gengur ekki í salatframleiðslu. Við skulum byrja að reyna að finna út úr að taka saltið úr. Þetta ekki í hendi. En svo að því að ég held ég átti að vera 10 mínútur, ég sem búin 7, að hérna sjáum við bara eina mynd af Reykjanesinu, þannig að þar eru bara gröfur að störfum, þessi síðan í nóvember. Það eru konið 200.000 rúmmetrar af jörð sem búið að losa, færa og brjóta. Þannig að við erum byrjaðir, við erum vonandi að loka á næstu svona, við skulum segja 8 vikum, 235 milljón evra fjármögnun á þessu verkefni á Reykjanesi ofan á eldgosasvæði sem að þeir þekkja vel sem hafa verið að tala við tryggingar og fjárfesta og þetta alltaf bara eitt að reka fyrirtæki, annað að byrja með fyrirtækið. Þannig að ég bara síðast í morgun var bara neyðarfundur eldhræringar og hvernig þetta var í Grindavík hérna, með banka sem að þá að leggja þetta í 3. skipti fyrir sitt. Skiljið, þú veist, og það eru bara áskorunir og þá segja allir og svo ég bara, þú veist, af hverju farið ekki bara með þetta, ekkert mál, þetta var bara í tölvunni, við vorum búin að eyða 1 milljarði í tölvunni, það alveg rétt. Ég vil ekki fara að því ég trúi að þarna sé framtíð og þetta sé besti staðurinn til að vera á. Það ástæða. Þannig að, og það náttúrulega hafa sjálfstæðan raforkuframleiðanda, það bara toppurinn ofan á það. Þannig að við munum búið þetta til, við erum byrjuð, þetta mun kaupa mikið af grænni orku, þetta mun taka þátt í að nýta orku sem fer til spillis í dag í heiminum. Við munum búa til vöru sem frábær matur og búin til úr íslenskum auðlindum á mestu leyti til að afla gjaldeyris. Þannig að ég sé ekkert neikvætt, ég sé bara jákvætt og svo tekst ég bara á við áskorunum sem koma og ef þið einhverju tíman í vafa þá hveti ég ykkur bara til að fara og fá okkur einn. Takk fyrir þetta Jón Kjartan. Við förum held ég öll mjög hamingjusöm inn í helgina eftir þessa eldræðu. Þá erum við búin með 3. leikluta og hefst þá 4. leikluti í þessum leik hér hjá okkur á föstudegi. Og mér langar að biðja starfsfólki í kringum okkur aðeins að punta núna fyrir pallborðið, draga upp tjaldið og slökkva á. Kom okkur svona aðeins fyrir, en það var nú ekki lítið verkefni sem að pallborðsgestir og stjórnandi fengu og það var að reyna að rýna í
framtíð Íslands í íslenska orkugeiranum og ég bið ykkur bara að koma svona hægt og rólega hérna upp, öll sömul. Það er ráðherrann Jóhann Páll, stjórnarformaðurinn og fyrrverandi stjórnarkona í HS Orku, Ingunn Agnes Kró, og það er Gestur Pétursson sem er tiltölulega nýr í embætti. Þið komum bara hérna, Gestur kemur hérna. Tómas, ég var að hafa Tómas og ráðherrann hérna í miðjunni. Og Gestur og gestirnir hans ætla að taka næsta hálftíman í dagskráin okkar. Og mér langar að það hefði verið gaman að opna á fyrirspurnir í lok, en það er líka gaman að halda tímaáætlunina og þess vegna skulum við taka fyrirspurnir bara í léttu veitingunum hérna á eftir yfir afmælisdrykknum. Og það er okkur sannur heiður að Grímur, Agnes, Jóhann Páll og Gestur skildu vilja vera með okkur í tilefni af þessu afmæli og þetta eru ykkar afmælisgjafir til okkar að vilja vera með okkur hér. Tómas, hann náttúrulega eðli málsins samkvæmt er hér og mun vera fulltrúi okkar í HS Orku í pallborðinu, en ég er mjög spennt að heyra hvað tekur við núna og hér á að vera einn mikrafónn fyrir alla, þannig að sviðið er ykkar. Eftir að hafa hlustað á erindin í byrjun og hugsa til ársins 1975 þegar HS Orka fæðist, að þá erum við á þeim stað að orðin ég þori, get og vil koma upp í hugan. Því að kvennafrídagurinn var einmitt líka hluti af þeim tíðaranda sem var einmitt að sveifa yfir vötnum á þessum tíma. Og það sem ég langaði að gera áður en ég byrja að spyrja ykkur er að gefa ykkur svona smá innsýn í tíðarandan 1975. Hvers konar lög til dæmis voru á topp 20 listanum, eins og það var til dæmis eins og Love Will Keep Us Together, Some Kind of Wonderful, Jive Talking, Bohemian Rhapsody, Best of My Love. En tíðarendin í dag, 50 árum setna, er til dæmis Die With A Smile með Lady Gaga, Birds of a Feather, Billie Eilish, Lose Control. Þannig að það sem mig langaði svolítið að gera með ykkur núna er að gignast inn í framtíðina og taka kannski smá útgangspunkt út frá kannski tónlist, eða þið megið alveg bara bæta öllu sem ykkur dettur hérna við í hug sem þið viljið. En þú veist, hver verður topplistin eftir 50 ár? Það er að segja, hverjir eru ykkar viltustu draumar, og ekki halda aftur að ykkur. Hverjir eru ykkar viltustu draumar gagnvart því hvernig Ísland mun líta út eftir 50 ár og hvernig HS Orka mun líta út. Og ef ég byrja bara á eina kannski, það verða hugsalega bara 2 eftirlifendur á þessum tíma og það er ráðherra og stjórnarformaður Rarik, en hvernig verður draumalandið á þessum tíma eftir 50 ár að ykkar mati? Við byrja á ráðherranum. Vegið að Ég held að heyrist þér. Já. Sko, ég held að það var auðvitað farið yfir hérna áðan bara verið að fara yfir mjög spennandi verkefni sem maður vonar auðvitað að verði byggt á til framtíðar. Ég held að séu gríðarleg tækifæri fólkin í til dæmis landeldi fyrir Ísland og einmitt í þeirri svona fjölnýtingu auðlindastrauma sem á sér stað í svona iðngörðum eins og hafa verið byggður upp meðal annars hér á Reykjanesi. Svo auðvitað sér maður tækifæri í gagnavers, iðnaði, hátækni, en allt veltur auðvitað á því að við höldum áfram að ná árangri þegar kemur að sjálfbærri orkunýtingu og ég er talsvert meira spenntur fyrir sjálfbærri orkunýtingu heldur en til dæmis olíuleit á Drekasvæðinu. Þannig að þetta lítur að vera okkur hvatning til að halda áfram að ná árangri þar og svona ryðja burt hindrunum og liðka fyrir framkvæmdum og það er auðvitað alveg hárrétt sem kom fram hérna líka áðan að auðvitað á
einkageirin erindi við orkubúskapinn okkar og það hefur nú bara sýnt sig aldeilis einmitt í þessari sögu sem hefur verið farið yfir hérna í dag og hófst hjá ykkur árið 1975. Þannig að það eru bara ótal spennandi tækifæri. Ég ætla ekki að fara að reyna að rýna eitthvað mikið í kristalskúluna eða fara að nefna einhverjar sérstakar atvinnugreinar endilega umfram aðrar en þetta er allt spennandi. En svona HS Orka, hvernig mun HS Orka líta út eftir 50 ár og hvernig verður til þess orkumixið eða bara annars konar mix? Ég er búin að lofa mér að verða lifandi eftir 50 ár, það er það fyrsta. En ég held að HS Orka eigi gífurlega bjarta framtíð fyrir sér og við fórum yfir þetta fyrir í dag eins og með betri nýtingu auðlindastrauma sem við erum að gera kannski á yfirborði í dag með verkefnum sem við sáum áðan. Við gætum mögulega farið að sjá betri nýtingu og nýjörðinni og mismunandi hæðum. Ég meina við borum hólu og það er heitt vatn strax eftir nokkra metra. Við borum bara dýpra og förum og náum í varman sem við ráðum eða kannski náum best í en það eru mörg þrep á leiðina þarna upp, ekki bara niður sem ég held að getum nýtt betur og ég held að klárlega samspil þess að nýta svæðin betur og brjóta nýlönd. Við erum náttúrulega svo heppin að vera með rannsóknarleyfi í Krýsuvík og erum að fara að bora þar og Albert sagði alltaf og hefur alltaf sagt í gegnum tíðina jarðskjálftar og jarðhræringar eru góð fyrir okkur og þá var hann nú aðalega að hugsa jarðskjálftana en svo þegar jarðhræringarnar komu og við fórum að sjá eldgosin komu og við fórum að sjá hraunið þá er það jafnvel ennþá nýtt tækifæri nær yfirborði en ég held að þessi dýpri boranir og jafnvel þrepin þangað til við komum niður í háhitann sé eitthvað sem við munum nýta betur. Verða dreifikerfi til? Hver veit nema við verðum búin að finna upp einhverja svona bara þráðlausa leið til þess að flytja orku eða hvernig sem það nú væri. Ég var enda bara að hugsa því að 50 ár er ekkert eitthvað það langur tími og nú er eldgos í gangi kannski ætti HS Orka að vera einhvern veginn núna að hugsa til þess hvernig við ætlum að nýta þessar nýju birgðir okkar innan gæðslappa eftir þessi 50 ár en mér langaði kannski svona fá svona mála bara einhvern veginn mynd af því sem mér þykir heillandi og þá er ég ekki búin að kostnaðargreina hana, ég tek það fram að mér finnst ótrúlega heillandi ef eftir 50 ár að þá væru bara öll húsþök á landinu með sólar eða birturafhlöður og að heimili og fyrirtæki getur bara verið sjálfbær allavega að hluta til með sína eigin raforku og jafnvel getur stærri húsnæði bara sett raforku inn á netið og gefið fjölskyldumeðlum sínum raforku í jólagjöf eða selt hana. Mér finnst mjög gaman ef að stór hluti af raforkunni úr virkjanaframkvæmdum færi í framleiðslu á rafeldsneyti og það kemur frá þeim stað að ég er svona mikil loftslagsmanneskja. Mér finnst eitthvað svona falleg hugsun í því að okkar græna orka væri að fara í það að búa til græna orku fyrir restina af heiminum sem var hægt að nýta í flugvélar og skip og eitthvað svoleiðis. Ekki væri verra ef þetta væri stór miklar útflutningstekjur af þessu, þetta væri efnahagslega jákvætt. Síðan ég þekki sem sagt indverskan milljarðamæring og ég ætla ekki að segja ykkur hvernig ég kynntist honum. En við vorum eitthvað að spjalla í sumar og hann var að spá í Íslandi. Og hann var að tala, og þegar milljarðamæringur er að gefa manni ráð, og kannski hlusta maður betur en ella, hans hugmynd var reyndar ekkert ný, en einhvern veginn eftir því hvernig heimurinn breytist, það er orkuskortur og orkuöryggi og orkuverð hafa hækkað og ástandi í heiminum er aðeins öðruvísi heldur en það hefur verið áður. En hann var að segja að hann skildi ekki af hverju Ísland færi ekki bara út allan heim með sitt hugvit og við erum náttúrulega sérstaklega svona sérhæfð í jarðvarmanum
og færum og hjálpum til við uppbyggingu út allan heim og okkar framlag, okkar hugvit væri þá bara hlutur inn í eigið fé og við varum að búa til litla sparigrísi út allan heim sem kannski getur stutt undir síðar tíma borgaralaun. Já, en síðan hitt væri bara, ef við varum búin að finna eitthvað nýjan orkugjafa eða leið til þess að framleiða orku sem geti þýtt að bara allir heimurinn hefði aðgang að orku, það verður náttúrulega sko toppurinn. Hverfist öll umræða orkuframleiðslu og þar af leiðandi líka umhverfismál. Öll umræðan hverfist svo mikið þessi fórnarskipti sem felast stundum í orkunýtingunni og raskinu gagvart stundum víðernum og gagvart fljótum, fossum og svo framvegis. Það sem maður vonar auðvitað að á næstu 50 árum þá muni tækninni þannig fleygja fram að það verði einmitt hægt að nýta orku með minni umhverfisáhrifum og að við náum að beisla svona orkukosti sem kannski verða óumdeildari. Og þá, ég meina, maður auðvitað bundu vonir við að vindorka á hafi verði hagkvæm fyrir Ísland einhvern tímann í náinni framtíð og annað. Þannig að sko, þetta auðvitað það sem maður vonar. Einmitt, og til þess að fara inn í svona framtíð þá þarf frumkvöðla. Og ef ég vísa nú í til dæmis orð Júlíusar Jónssonar fyrrverandi forstjóra. Hann Jóhanns talaði svo mjög glætt með mig með þetta sem hann nefndi að þegar við horfum til kannski síðustu 50 ára og þeirra þróunar og þess árangur sem náðst hefur á síðustu 50 ára sem alveg stórkostlegur, þá er þetta mjög eðlilegt að fólk horfi 50 ár fram í tímann og mér er þetta mjög hugleikið nákvæmlega sem hann nefndi í sambandi sko umhverfi annars vegar og orkuöflun hins vegar og út frá náttúru og ferðaþjónustu að sjálfsögðu eins og því þekki að ég kem úr og ég held að þar muni tækni leika lykil hlutverk og þessar hugmyndir sem eru með endurbætt háhitakerfi. Ég fekk bara hugljóminn hérna á því að vera að hlusta á þær ábendingar að vegna þess að við boruðum í verkefni sem við erum í Kerlingafjöllum borholu. Vegna þess að eins og þið þekki að eðli máls samkvæmt þá kem ég hvergi að málinu og ég búi til balón. Þannig að, og við lentum í miklu vandræðum með þetta, eins og þið vitið að Kerlingafjöll er mikið háhitasvæði en einmitt það vantar lektina, þannig að það er miklar áskoranir í sambandi við þann þátt og ég mun fara að þessu fundi og tala við mitt fólk og við mun fara að skoða með lekt í Kerlingafjöllum til að leysa betur úr orkuöfluninni þar. En ég tel að Íslandi í stóru myndinni gríðarleg tækifæri og í þessum efnum og mér svona svolítið fundist eins og við séum stundum sjálfum okkur vest og ég veist eiginlega bara talandi dæmi það hvernig okkur tókst að valla held ég að byggja fer rétt með eina virkjun á síðustu 15 árum vegna óeiningar þjóðarinnar það hvernig þetta standa því hvar ætti að byggja og andstaða umhverfisverndar sinna sem stundum ég fæ á tilfinninguna að þeir telja að þeir séu þeir einu í landinu sem að geta haft vit fyrir þjóðinni umhverfisvernd. Ég er umhverfisverndar sinni, þannig að þó ég sé að nýta náttúruna, þannig að ég bara vona að við berum gæfu til þess að þessi gríðlegu tækifæri sem stöndum frammi fyrir þau verði nýtt á næstu 50 árum. Með sama sömu frumkvöla nálgun og við höfum upplifað á síðustu 50 árum. Hvernig förum við þá fram á við eins og var orðað með leyfi samfélagsins, þessi sátt? Við erum með fallega sýn, við viljum öll fara þangað. Hver eru næstu skref? Bara ef við hugsum bara núna til nýs ráðherra og nýra ríkisstjórnar, þú veist, hvert ætlið að leiða okkur? Og hvernig ætlið að leiða okkur í áttina þessari sýn? Svona. Sko, ég held að endurspeglist ágætlega í þingmálaskráni okkar, þar sem ég er að leggja fram 16 þingmál, frumvörp og þingsályktunartillögur sem lúta svona, flest með einum eða öðrum hætti að orkugeiranum, að umgjörð raforkumarkaðar og að leyfisveitinga
ferlinu. Eitt sem ég vil kannski, sem væri gaman að fara yfir hér það sem varðar rammaáætlun og sem nú einmitt það tæki sem átti að vera til þess að skapa einhverja sátt svona þetta jafnvægi milli orku nýtingar og verndar. Og þið þekkið auðvitað að það hefur gengið upp og ofan með það verkfæri. Ég held að þar sé aðalega við pólitíkina að sakast en það megi líka alveg gagnrýna sitt hvað í ferlinu sjálfu. Það sem við erum núna að vinna að eru breytingar á 3 lagabálkum sem hafa það að markmiði að skapa meira sátt þetta ferli og tryggja að ferlið sjálft sé ekki í raun dragbítur á skynsamlega orkuöflun. Það sem við viljum gera að við viljum lögfesta sérstaka skyldu stjórnvalda og þar af leiðandi ráðherra orkumála til að leggja fram töluleg markmið orkuöflun sem verður svo grundvallar viðmið í þeirri vinnu sem felst í rammaáætlunargerðinni. Þar af leiðandi mun það teygja sig inn í faghópana og í vinnu verkefnisstjórnar. Og auk þess þá ætlum við að lögbinda það að þegar virkjunarkostur komin í orkunýtingarflokk samkvæmt ákvörðun Alþingis þá fái leyfisveitingarnar og þeir ferlar allir flýtimeðferð í stjórnsýslunni, að það sé sérstök forgangsmeðferð fyrir þá virkjunarkosti sem eru í orkunýtingarflokki og þetta rímar þá líka við meiri háttar breytingar sem við erum með í gangi sem miða að því að umhverfis- og orkustofnun verði svona one-stop shop eins og það hefur verið kallað, leiðandi aðili og þetta þekkir þú auðvitað betur en flestir gestur sem myndi fara með lykil hlutverk í þessum málum. En þetta held ég að sé bara grundvalla forsenda þess að við getum náð einhverju lágmarksátt þetta jafnvægi milli orkunýtingar og verndar. Ég meina þú ert að boða meiri háttar breytingar bara frá því sem var. Mér líður pínulítið eins og geimförunum sem að koma niður aftur. Þið sem búin að vera lengi, þið þurfa að læra að labba aftur. Hvernig mun til dæmis orkuumhverfin á að fóta sig í svona, við getum sagt, umhverfið það sem ekki viðnám? Já sko, þetta hljómar alveg eins og tónlist í mínum eyrum og ég sagði nú, ég vorkinu nú ráðherra svolítið að þurfa að fara á 4. orkumálaráðstefnuna á 2 vikum og verið í pallborðið eða halda frumsögu á þeim öllum, en ég sagði sögu í gær sem ég veit og mistur af, eða fyrradag sem var hjá Samorku, að þegar ég var að byrja sem ungu verkfræðingur að vinna fyrir Kenneth Peterson, þar sem við vorum að reyna að byggja álver á Grundartanga, og þá var hann að reyna að gera það sama annar staðar í heiminum og hann upplifði að hann væri þar alltaf á gulu ljósi, en á Íslandi voru ljósin annarkvort á rauð eða græn, en við erum samt búin að vera á gulu ljósinu í 15 ár, þannig að sko þetta hljómar mjög vel og að fá svona sko svörin strax, já eða nei, það held ég skipti okkur svo miklu máli. Ágætis dæmi verkefnið okkar í Hvalárvirkjun með Vesturverki. Þar erum við búin að vera svolítið mikið á gulu ljósi. Við veitum ekki nákvæmlega hver vatnsréttindin eru lengi vel, við veitum ekki nákvæmlega lengi vel sko, hvort að ég friða fallið en ekki vatnið og svo framvegis. Þannig að þetta sem betur fyrir að komast á skýrt þar, en það hefur tekið áratug. Þetta er þar alveg bara mjög gott fyrir þá sem þurfa að þróa þessu verkefni því að þetta kostar allt pening. Og að því sem þú sagðir áðan og með sko ábyrgð að fyrirtækin þurfa að sýna meiri ábyrgð og það er held ég akkurat það sem inntaki var hjá Jóni áðan. Við þurfum að virkilega sýna okkur til þess að fá samfélagslega ábyrgð hvernig við erum að vinna hlutina, þær upplýsingar þurfa að liggja fyrir og svo þurfum við að standa okkur. Á milli, ef við erum að hugsa sko samfélagslega ábyrgðin annars vegar og svo hins vegar hagkvæmnin á hinni hliðinni, eins og til dæmis auðlindagjöld og allt sem framundan. Við erum með stjórnarformann Rarik og við erum með forstjóra orkufyrirtækis og svo erum við með ráðherrann og frumkvöðul. Þú veist, hvernig sérðu að við náum að fara þennan línudans á þess að detta kylliflöt á rassinn? Já, ég bara þakkaði fyrir að minnast á auðlindagjöld, því að við erum sko alls ekki hrædd við þau. Þvert á móti, við erum að borga háu auðlindagjöld úr þessum 2 vatnsaflsvirkjunum sem við erum með, sem eru byrja í 5 og fara upp í 10% af veltu
og það náttúrulega ójafn leikurinn ef að við þurfum að borga auðlindagjöld að veltu en stærsti samkeppnisaðilinn sem ríkiseigu þarf ekki að gera það eða þarf að gera það með einhverjum öðrum leiðum og ég ætla nú ekki að fara með tölurnar en stigsmunurinn á brúarvirkjun sem 10 megavött og við borgum milli 40-50 milljónur ári í dag af. Það ekkert mikið minna en Landsvirkjun borgar á öllu Þjórsá- og Túnasvæðinu. Það ekki margar stærðargráður. Sem eru hvað? 1250-1300 megavött. Þannig að en vil hvetja til þess að þetta system sé notað þvert á alla. Það líka bara góð tekjulind fyrir ríkissjóð. Þannig að þá eru þið ekki þeirri stöðu að stjórnendur fyrirtækjanna séu afhenda ykkur arð. Þannig að kemur hérna bara af tekjum. Og hvernig sérðu til dæmis flutningsfyrirtækin? Þú veist, hvert stæðsta hlutverki hjá flutningsfyrirtækinu varðandi þessa vegferð og þessa leið og þetta jafnvægi sem við erum að finna á næstu árum? Hvað erum við að sjá framundan þar til dæmis? Já, sko, þegar ég settist í stjórn hjá Rarik fyrir 2 árum síðan, þá vorum við í stjórninni sammála það að við ætlum að horfa til orkuskipta áætlunar stjórnvalda. Því það svona það sem markmiði sem búið að setja og verandi bara mikil og fast mannskinn sem ég segi, þá var það bara, fannst mér þetta gott plan. Þannig að það sem við gerðum var að fara í það að skoða greiningar á því hvar þyrfti að styrkja kerfið, bara hvar vantaði afl. Næsta pæling var bara hvernig þurfum við að bregðast við, hvar þurfum við að framkvæma, í hvaða röð og svo framvegis og næsta pæling síðan bara hvernig ætlum við að fjármagna þetta og fjórða pælingin samskipta áætlana því það alls konar þröskuldar hér og þar. En það sem við ákveðum líka þegar við fórum inn að við ætlum að ímynda okkur að við hefðum bara 2 ár til stefnu og við ætlum að klára þetta á 2 árum. Þannig ég vil meina að sé mér að þakka að það urði þessi stjórnarslit og hvort sem ég jinxaði eða síkretaði það, þá segi ég bara gera svo vel. En það þetta svakalega framkvæmdir framundan og ekki bara framkvæmdir heldur þurfum við líka bara að fara rosalega skynsamlega með fjármagnið. Við erum að passa það að við séum ekki offjárfesta fyrir þess að afl toppa, þið vitið á aðfangadag þegar allir eru með ofnin í gangi á sama tíma og allar jólaseríur og allt. Við ætlum ekki endilega eiga kerfi sem að getur allt árið kring verið þar, heldur viljum við reyna að stýra orkunni betur og það ótrúlega spennandi verkefni framöndan, bara aflstýring með gervigreind og áætlanagerð og líka bara að virkja notendurnar í því hvenar og hvernig þau nota orkuna. Og þetta eru stór verkefni, allt sem ég búin að telja upp, en þetta einhvern veginn ekki eitthvað sem ég hef neinar áhyggjur af. Og ég held líka að öll við sem hefum verið í salnum í dag og sjáum bara drifkraftin og bara gáfnafarið, vil ég leyfa mér að segja, hjá starfsfólki HS Orku, hvað þau eru inspírerandi, að það mín tilfinning að þetta bara víðar í orkugeiranum. Og ég hef enga trú, ég hef fulla trú, enga trú, það var ekki Freudian slip. Ég hef bara fulla trú að við getum leyst öll þessi verkefni, það ekki vandamálið, en það samt eitt sem ég hef áhyggjur af og sem ég langar að skilja eftir á borði ráðherra. Og það að þetta verði sanngjörn orkaskipti, af því ég hef heyrti nota það hugtak og mér finnst það mjög fallegt, af því að eins og Rarik til dæmis, við erum með mjög stórt dreifikerfi. Við erum bara út all land, en við erum ekki allstaðar, af því það eru 5 dreifiveitur. Og okkar dreifikerfi einhverjir 10.000 kílómetrar sem eins og kannski 10-falt höfuðborgarsvæðiskerfið, en við erum bara með 5% af þjóðinni undir. Og ef við ætlum að fara í orkuskipti út á landsbyggðinni, að þá það ekki bara eitthvað sem gagnast þessum 5%, heldur það gagnast það túrismannum sem eru innflutningstekjur, það gagnast flutningsfyrirtækjum, það gagnast okkur öllum sem búum hérna á höfuðborgarsvæðinni og viljum fara út á land með rafmagnsbílinn okkar og svo framvegis. Þannig að við erum það eitthvað svona verkefni sem ekki hjá mér, heldur hjá ráðuneytunum og Alþingi og það eitthvað svona sem að mér langar að skilja eftir á borðinu hjá ráðherra að finna út úr. Takk fyrir það og enda líka bara orðið sanngjarn, að vera sanngjarn yfirleitt bara frekar falleg hugsun. Einhver ráð til dæmis frá þér, Grímur, til ráðherra varðandi framtíðina því nú tókst þú við, eins og Júlíus Jónsson sagði, umhverfisleysi og umbreytir því í risastórt tækifæri sem að hefur bara haft ákveðið hlutverk gagnvart hagvexti og skapa störf. Einhver svona ráð
frá þér til ráðherrans og líka til orkugeirans, eru hugsanlega einhverjar hindranir sem að eru nú þegar í veginu sem að þú vilt svona koma ábendingum á framfæri gagnvart? Viltu ræðu það? Nei, sko, eins og allir vita þá Bláa lónið skilgetið aðkvæmi á orkuvinnslu og við erum búin að sjá hérna alveg frábær dæmi hvernig orkuvinnslan sem kannski frumvinnslan skapar ný tækifæri og það var, ég tengdi vel við Jón Kjartan hérna, hann var hérna með eldræðu á hann Samherja og uppbygginguna þeirra sem bara stórkostlegt verkefni og við þekkjum líka auðlindagarðinn í kringum Svartsengi og þetta þetta tengt jarðvarmanum og við erum að vinna í Bláa lóninu, við erum að vinna með Rarik í Hoffelli við Höfn í Hornafirði. Þetta erum að vinna með Landsvirkjun fyrir norðan með Bjarnarflag og Jarðbyggðin og líka við erum að vinna með Landsvirkjun í tengslum við uppbyggingu Þjórsárdal og sjálfsögðu með áratuga samstarf við Hitaveitu Suðurnesja fyrst og síðan HS Orku sem hefur verið mjög farsælt. Þannig að ég held að sjálfum sér sko var ég ekki búinn að hugsa mér að vera með einhver sérstakar sneiðar eða ráðleggingar til ráðherrans en ekki örlítið því að sko það eru alveg augljósir gallar á því að við getum aukið orkuvinnslu vegna bara því hvernig leikreglur hafa verið settar fram og það fullt af tækifæri sem að þetta ekki bara spurning orkuöflunina sjálfa heldur líka afleidd tækifæri sem eru þegar mjög öflug og glæsileg dæmi sem hægt vera að horfa til. Okkur hefur verið boðið til þessa, okkur hefur verið boðið að ganga til samstarfs við aðila sem að hafa yfirleitt gegnum íslensk tengsl að segja gegnum hugvits flutninga eins og þið vitið að við höfum Íslendingar verið að hjálpa mönnum í Kenía og Filippseyjum og víðar og menn hafa verið að hafa samband við mig frá þessum löndum og velta fyrir sig hvað það var ekki að setja upp baðlón og ég teki vel í það sjálfsögðu en kannski ekki alveg séð hvernig ég ætti að selja það sem að hitastig kannski 30 gráður og svona aðrar aðstæður heldur en á Íslandi það kannski hluti af okkar tækifærum, það hvað Ísland einstakt en ég legg bara áherslu á það aftur sem ég sagði áðan að við þurfum og það kannski ráðleggingin til ráðherrans að við þurfum að finna sátt á milli nýtingar og verndar og allar öfgar það sko eins og ég var að nefna áðan ég meina þessar öfgar það má bara raunverulega ekki gera neitt og svo einhverjir orkusinna sem hinir algjörir fíflabjánar og við verðum að bera gæfu til þess að finna sátt þar sem við verðum að nýta með sjálfbærum og öruggum hætti náttúruna en á sama tíma að vernda hana. Halleluja. Nú á ég unglingsdætur og mjög eðlilega með þær í einhverjum svona sundlega rennibrautargörðum. Það kemur alltaf jafn mikið óvart að það alltaf lengsta röðin í heita pottinn. Þannig að kannski þessa hugmynd með Afríku ekki galin. Sko, það svolítið áhugavert, ég veit ekki hvort þið vitið að því að Google árið 1975 að þá var friðlandið á Hornströndum til líka. Þannig að ef við erum að hugsa þetta jafnvægi milli náttúruverndar og bara náttúrugæða og svo líka orkunýtingar að þá eigum við fordæmi í sögunni. Og það sem að því nú tíminn að renna út og það sem mig langaði svolítið að gera í lokin að mig langaði að stofna hljómsveit það að segja við erum með gítarleikara, ég get tekið Hammondinn og ég veit ekki ykkur alveg en ég gleymdi að spyrja ykkur með hljóðfærin en allavega en að þá hvernig svona að bara loka þessu líka bara, eitt að segja þegar við erum að tala um að það er búið að vera svo mörg orkupartí undanfarið ég var með þær væntingar að þetta yrði besta partíða því að það föstudagur En svona munu við geta verið á topp 10 listanum með titilinn Super Hot Everywhere eftir 50 ár með hljómsveitinni Topphóluþrýstingur. Viltu að ég byrji? Ég ætlaði nú þá að nota tækifærið og þakka Grími fyrir að vera fyrir hans ráð vegna þess að það sem þau hafa gert að gera
ekki bara eitthvað baðlón, þeir byggu til brand sem orðið glóbal og verulega stór verðmæti fyrir land og þjóð og ég bind voni við það að Jón Kjartan, ég treysti honum manna best til þess að gera slíkt sama út á Reykjanesi og ef við gerum þetta vel og það bragur af því og náum að sýna samfélaginu hvers virði þetta í raun og veru, þá framtíðin björt og þá það alveg á hreinu að við getum búið til mörg svona tækifæri. Og fá kannski aðeins bara að gefa ráðherrunni þann heiður að loka þessu. Já, nei, ég þakka föðurleg ráð frá honum Grími og þetta nú eiginlega, og við erum frændur notabenni, alveg náskyldir, en þetta auðvitað stóra áskorunin og ég lít á þetta sem mitt stóra hlutverk í embætti að passa upp á þetta jafnvægi milli orkunýtingar og náttúruverndar. Og það risastór áskorun, en ég held að okkur Íslendingum eigi alveg að takast þetta á næstu árum og áratugum. Ég hef enga trú á öðru, því þetta hangir allt saman, sko. Það bara þannig. Takk fyrir það. Herru, þá best að halda tíma. Ég horfi hérna á Birnu og mér telst til að við erum á mínútu 29 og 35 sekúndum, þannig að við erum að halda lofur að fara ekki yfir á tíma. Bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma, þakka ykkur kærlega fyrir samtalið og ég hlakka mikið til að ræða hugsanlega hugmyndir Gríms varðandi fiskimykju og fleira en bara aftur til hamingju með afmælið HS Orka og megi framtíðin vera björt. Ágætu gestir, við Tómas ætlum svona að slúta þessu hérna í sameiningu en ég held að þetta verði bara gott partí og svo hægt að fara hér víða í sveitafélaginu Garðabæ eða Hafnarfjörð eða Kópavog eða hver sem og finna fleiri vettvangar til að halda þessu kvöldi áfram. En mér langar svona áður en ég gef forstjóranum orðið langar mig til að þakka auðvitað þeim sem að hér voru reiðubúnir til að taka þátt í dagskránu og gera hana svona vel úr garði. Það bæði pallborðs gestir og ekki síður gestur sem stóð sig, ég held að þú verið ráðinn í mjög mörg pallborð í orkugeiranum núna framvegin. En mér langaði kannski sérstaklega að þakka Jóni, Lilju og Yngva sem að hafa borið hitan og þungan af skipulagi þessari ráðstefnu og fengið þessa frábæru fyrirlesara til liðs við okkur. Ég vil líka þakka honum Antoni Sveini því að ég var með kvíðahnút í maganum yfir þessum tæknimálum og hann var mér hægri og vinstri hönd í dag. Takk. En hann svona gott dæmi landsliðsfólkið sem að Tómasi tekst að draga til sín og ekki bara landsliðsfólk heldur ólympíufara og í röðum okkar ótrúlegu fjöldi af svona fólki. Meistarar á hinum á þessum sviðum. Síðustu helgi varð innkaupastjórinn okkar, hann Matti, Íslandsmeistari í pílu í 5. skiptið og gerir nú aðri betur. Við erum með afreksfólki í sundi, golfi, Tómas einn þeirra, og skíðum og svona mætti lengi telja og allt þetta fólk sem að sinnir frístundum sínum meðfram mjög svo krefjandi störfum. En mér langar svona aðeins að því að við vorum nýlega á námskeiði þar sem við áttum að muna eftir því að hrósa og mér langar að hrósa honum Tómasi. Jú, því að eftir höfðunni dansa limirnir og það nú bara þannig að hann stýrir okkur af stakri prýði, gefur okkur frelsi til athafna en líka beitir okkur aga og hann, ég held að snýpar bakið, sér hann. Og þetta er ómetanlegt fyrir okkur sem störum undir hans stjórn og hans sem sagt, aðri stjórnendum sem að sitja í stjórnin okkar.
En ég vil líka þakka staðarhöldurum hér, Múlakaffi, fyrir frábæra þjónustu og við ætlum að gera okkur svo glaðan dag hér í stundakorn á eftir. En ég ætla að biðja Tómas að slíta þessu málþingi. Og alveg á hárréttum tíma og gestur, þetta var snilld. Takk fyrir það. Takk fyrir þeim þátt Birna, mínus þessi síðustu 30 sekundur. Ég ætla bara að endurtaka það, ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna, ráðherra, Grímur og Ingunn fyrir að taka þátt í pallborði og gestur og þið öll, aðri gestir sem töluðu og lögðu ykkur að mörgum. Hérna eru léttar veitingar fyrir okkur og bara frábær félagskapur framöndan og ég vonandi að við getum notið þess að vera saman. Okkur gafst ekki tími til þess að spyrja spurninga en þá kannski bara króum við hvort annað af og spyrjum ennþá nánari spurninga og förum út í það. En ég sé fyrir mér að ég horfi mjög stoltur yfir veg forvera minna síðustu 50 árin hjá HS Orku og það er búið að byggja upp alveg frábært fyrirtæki sem á mjög bjarta framtíð fyrir sér og ég hlakka bara mikið til að taka þátt í því áfram og býð bara spenntur eftir því að taka þátt í því þegar HS Orka verður 100 ára þó að ég verður ansi gamall þá gestur. En gjörðu svo vel og kæra þakkir fyrir daginn.